öldungaráð og að lokum eru fundargerðir til kynningar og þar er þessu sinni 6. En það þarf að leita afbrigða vegna dagskrárinnar. Það hefur óskað eftir að fundargerð skipulagsnefndar frá því í gær, 19. mars, á fundur númer 481. Hann verði tekinn hér á dagskrá. Ég ætla að biðja þá bæjarfulltrúa rétt upp hönd sem eru því samþykkir. Það er samþykkt með 9 atkvæðum og þessi fundargerð fer þá aftur fyrir fundargerðina. Það er önnur fundargerð frá skipulagsnefnd og þá var það mjög eðlilegt að hún komi þar í beinu framhaldi. En að venju byrjum við á bæjarráði og það var haldinn fundur 7. mars síðastliðinn í bæjarráði Mosfellsbæjar. Það var fundur númer 1389 og ég ætla að gefa orðið laust. Valdimar Birgisson við beðum orðið, gjörðu svo vel. Ég kem upp undir máli 1. Það er svona stofnframlag. Þar kemur fram að Öryrkjabandalagið hafi sótt stofnframlag. Já, Íbúðalánasjóði hefur verið hafnað. Það var hafnað á þeirri forsendum að það hafi verið sótt kaup og notaðar íbúðir en stofnframlag væri fyrst og fremst til þess að byggja nýjar íbúðir. Eins og það hefur komið fram að það er búið að breyta Ásmundur Einar Daðason breytti lögum eða semst breytti reglugerð veitingu þessa stofnstyrks. Það sem fram kemur að minnsta kosti 2/3 hluta fjármagnsins renni til íbúða sem eru ætlaðar tekju og eignalitlum leigjendum og vinnumarkaði. Þannig að það er greinilegt að ríkisvaldið er að taka þarna peninga sem sagt og fer ekkert að láta því til eigna litla leigjendur og vinnumarkað frekar en í þetta öryrkjana. En allavega við Mosfellsbær var búin að vilyrða skilst fyrir því að það kemur þarna stofnframlag frá okkur og með þessu að það verði ekki þeir fá ekki þetta frá Íbúðalánasjóði, það mun að falla niður og ekkert stofnframlag verður frá Mosfellsbæ nema hvað hann kom upp og ég þekki það ekki en kannski að bæjarstjóri geti svarað því hvernig því verður háttað. En svona almennt þetta ef ég má fjalla húsnæðis mál í Mosfellsbæ út frá þessu að þá var á síðasta kjörtímabili samþykkt drög, eða það voru gerð drög að húsnæðisáætlun. Árið 2017 minni mig þá var sett reglugerð það að sveitarfélög skuli setja sér húsnæðisáætlun og mörg sveitarfélög hafa gert það en við höfum ekki klárað þá vinnu. Þannig að mér langar að spyrja bæjarstjóra hver framvinda þessa máls er. Hvar það mál er statt. Já, spurningu til bæjarstjóra, gjörðu svo vel, Haraldur. Forseti, það kom nú ekki nákvæmlega sama spurning. Það veit ég, bæjarráðsfundi eða bæjarstjórnarfundi síðast. Eða það síðast. Það er rétt að það er búið að vinna hér í húsnæðisáætlun. Það er hópur hér innan húsið sem hefur það verkefni með höndum. Það var nú ansi langt komið undir lok síðasta kjörtímabils og þá var þau drög send til þeirra framboða sem þá voru í bæjarstjórn og það kom nú á einhverjar athugasemdir. Það er verið að leggja núna síðustu drög á það að koma þessi inn í bæjar og ég vona nú bara við ætlum að vera búin að því. Þetta er bara stundum þannig að verkefnin sjást ekki fyrir en ég vona það að við getum verið með húsnæðisáætlunina í bæjarráði í næstu viku. Það er svona að stefna því. Hún á að vera komin þann langt að það sé þannig. En kannski að því að það vilja spyrja þetta, þá getur maður svo sem kannski verið vitur eftir á. Mörg sveitarfélag, flest fyrir stærri, hafa fengið utanaðkomandi ráðgjafa í þetta verkefni. Við gerðum það ekki. Heldur erum bara að vinna þetta hér innan hús á okkar eigin starfsfólki. Kannski vorum við að færast dálítið mikið í fang með því. Allavega hefur þetta tekið lengri tíma en við vorum að vonast eftir, en allavega er
plaggið komið á það stig vorum síðast með fund þetta bara núna á mánudaginn og ég vonast til að við getum bara lagt það fram til sem drög þá aftur í bæjarráð í næstu viku. Þannig að þessi stemt að því. Já. Anna Sigríður, þú beðin orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bara örsnöggt að já, það er rétt hjá bæjarstjóra að þessi drög voru send í kynningu og það var boðið upp á að framboðin sendi inn athugasemdir, en ég vil líka bara segja að þetta er ekki bara athugasemdir, líka eiginlega bara ábendingar. Því athugasemdir er svona eins og, já, svona frekar neikvætt, en þá komu ábendingar það sem ég get bara tala fyrir mitt frambúð og við sendum inn vel ígrundaðar ábendingar og ég bara gleðst yfir því ef þetta er komið þetta langt og hlakka til að sjá þá afurðina, en já, ég vil ekki segja meira neitt. Valdimar, gjörðu vel. Já, takk fyrir þetta. Það er nú bara sá sem hér stendur, gleymir hlutum og líka hvað er talað en það sem kannski vakið fyrir mig núna er að hvetja til þess að þetta verður klárað og ég heyri þá orðum bæjarstjóra að svo verði. Engu á síður ætla ég að setja fram bókun sem er í nafni okkar sem er skipað minnihlutann en lesa frá bókun með leyfi forseta. Hún er svo ljóðandi. Hlutverk húsnæðisáætlana sveitarfélaga er að draga fram mynd af því hver staða húsnæðismála er í hverju sveitarfélagi fyrir sig, greina framboð og eftirspurn eftir margvíslegum húsnæðisformum, setja fram áætlun hvernig sveitarfélag ætlar að mæta húsnæðisþörf heimila, bæði til skemmri og lengri tíma. Meginmarkmið með gerð húsnæðisáætlana sveitarfélaga er að stuðla að auknu húsnæðisöryggi heimila í hverju sveitarfélagi. Gerð húsnæðisáætlana Mosbæjar hefur nú dregist úr hömlu og hvetja bæjarfulltrúar SCM og L-lista til þess að lokið verði við gerð húsnæðisáætlana Mosbæjar hið allra fyrsta. Fyrirliggjandi drög frá síðasta kjörtímabili verði kynnt og kalla eftir nýjum athugasemdum þeirra framboða sem nú er sæti í bæjarstjórn. Við erum að fjalla húsnæðisáætlun. Já, ég gaf svona, eftir Ég því baði leyfið áðan fara til þess að fara með aðeins út þetta í fyrir þessa átt stofnframlagi. af því að þetta tengist. Ég gerir bara athugasemdir við þetta, þessi hundarsköp. Þannig ég baði málið, ég ætla bara að gera það í bótt. Ekkert mál. Ég ætla bara að klára þetta. Ég þekki kynnt mér þessa vinnu sem fór fram sem sagt við drög að húsnæðisáætlun sem nú liggur fyrir. Bent á það að nú komin í bæjarstjórn og það þarf að leggja fram aftur þangað og að við sem ekki áttum sæti síðast fáum að koma athugasemdirnar. Já, Haldur, þú beðin orðið, gjörðu svo vel. Bara með því málsins. Ég veit ekki hversu frjálslega maður bóka undir einhverju. Hér er mál sem heitir stofnframlög og ég legg það í hendur forseta að meita það. Hér er bókun húsnæðisáætlun. Ég er ekkert að segja að það er mikið bókum húsnæðisáætlun en mér finnst einhvern veginn að við þurfum samt að halda því svona svolítið vel til haga að bókanir í einstökum málum séu þá þau mál sem eru á dagskránni. Síðan bókunina sem slíka, ég verð bara að segja það að mér finnst þú svolítið ómakleg. Það er búið að útskýra þegar í tvígang að það sé verið að klára þessa vinnu og hún komi hérna inn í bæjarráð. Á sjálfsögðu mun öllum þeim sem að kosnir voru í bæjarstjórn og hafa verið að gefa kostur á því að hafa skoðanir á þessari ágætu húsnæðisáætlun. Það var ekkert að gefa hvorki Miðflokknum vinum Mosfellsbæjar í Viðreisn tækifæri á því á síðustu kjörtímabili þegar þau voru ekki í bæjarstjórn, þessi ágætu framboð. En þau eru það núna og sjálfsögðu munu þau fá tækifæri til þess að hafa skoðanir á þessari ágætu húsnæðisáætlun, þó það nú væri. Það er búið að útskýra það að hún sé hér í vinnu, það sé verið að fara að leggja hana fram og þá kemur einhver bókun þetta við dregist úr hömlu og eitthvað svona. Mér finnst þetta pínu ómaklegt, bara líka gagnvart þeim sem er að vinna þessa vinnu hérna innan oss. Og eiginlega algjör óþarfi þegar búið er að útskýra það fyrir ykkur, eða fyrir bæjarstjórn og þeim sem hér sitja í salnum að það sé kannski einhverju par dagar í það að þetta sé lagt fram. Ef að þessi bókun á að standa þá óska ég eftir fundalíu til að gera gagnbókun. Já, ég ætla nú, fundarstjórinn ætlar að gera fundalíu, þetta, eigin frumkvæði, gerum stutt fundalíu.
Já. Við hefjum þá fund á 9, við ræðum ennþá fyrsta mál í fundargerð bæjarráðs á 7. mars og Valdimar Birgisson, ég ætla að gefa þér orðið, gjörðu svo vel. Já, við höfum náð samkomulagi um það að draga bókunina tilbaka. Málið fer á dagskrá bæjarráðs 28. mars næstkomandi. Og er gleðilegt að þetta mál er komið í farveg og hérna verður vonandi klárað á næstu vikum. Takk. Og þá liggur svo á að umræðan sé lokið um þetta fyrsta mál á dagskrá bæjarráðs 7. mars síðastliðinn, en orðið er laust önnur mál þar. Það voru samtals 11 mál á þeim ágændafundi og Sveinn Óskar hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem undir mál númer 1-4 eða þá 4. töluður undir þessari fundargerð. Varða öflun gagna vegna fjármál og rekstur golfklúbbs Mosfellsbæjar. Já, má ég aðeins grípa fram í að því málum var frestað þar síðasta fundi, þannig það er ekki eftir. Ég er bara með mjög stuð. Vísað frá. Vísa frá fyrirgeðu. Ég ætla að vera með mjög stuð. Á alla aðsvara. Þá var það eingöngu hægt að ræða afgreiðsluna að henni var vísað frá, sem sagt, málinu, en ekki efnislegu máli sjálft. Þannig er fundarskóli. Ég vildi benda þér á það. En af því ég hef ekki komist að máli mínu, þannig að ég ætla að fá að klára það. Þetta er alveg skýrt, að sé bara skýrt að við erum ekki að taka efnislega umræðu þetta mál hér og nú, en afgreiðsla málsins, það er að segja frávísun, það er að ræða hana. Gjörðu svo vel. Þakka þér. Ég ætlaði bara að ræða það að þessum máli var vísað frá á sínu tíma, varðandi öflun gagna og svo var sendt erindi eftir það til bæjarstjóra og það bárust gögn í dag og ég ætlaði bara að þakka fyrir að hafa loksins fengið þessu gögn bæði frá golfklúbbi Mosfellsbæjar og frá bænum og ég ætlaði að fara að vinna að þeim gögnum og reyna að fá þetta aftur inn eftir að við höfum rýnt í þessi gögn. Þannig að þrátt fyrir þessa frestun þá eru gögnin komin í hús og ég þakka fyrir það. Já. Fleiri sem vilja ræða þetta í þessu ljósi, fjórðamálið. Svo er ekki þá lítið svo að umræðan sé lokið þann lið. Orðið er ennþá laust, 11 mál á dagskrá. Og svo virðist ekki vera að bæjarfundur vilja ræða fleiri mál og þá göngum við til atkvæða fundargerð bæjarráðs Mosfellsbæjar frá 7. mars síðastliðinn og ég bið þá hönd sem samþykkja þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá tökum við fundargerð síðari frá 14. mars, orðið er laust. Já, það er fundur með 1390 og Haraldur Sverrisson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk. Forseti, ég ætla að fá að tala hér, taka til máls undir máli nr. 6, tillaga um úttekt á húsnæði Varmárskóla og það sem ég segi hér getur reyndar líka alveg átt við mál nr. 7 sem heitir ósk um heildarúttekt á húsnæði Varmárskóla. Annað málið var afgreitt, hinu var frestað. Þessi ósk, eða þessi tillaga um að gera úttekt á húsnæði Varmárskóla með tilliti til raka eða hugsanlega örvunarvaxtar, hún á sér aðdraganda. Það er búin að vera heilmikil umræða húsnæðismál skóla í Mosfellsbæ, sérstaklega Varmárskóla. Og það hefur reyndar færst út svo umræða, ekki held ég vegna Varmárskóla, heldur bara almennt vegna
umræðu mál sem þessi á Íslandi og sérstaklega á Reykjavíkursvæðinu, höfuðborgarsvæðinu. Ég held að sé nánast á hverjum degi fréttir nýja skóla þar sem að greinst hefur raki eða hugsanlega örveruvöxtur og hefur verið að loka annaðhvort heilu skólunum eða hluta þeirra. Og það í sjálfu sér fagnaðarefni að það sé verið að taka á þessum málum og að sé verið að komast fyrir mál sem þessi í skólahúsnæði hér á svæðinu. Og það að mínum mati algjörlega nauðsynlegt. Hins vegar það eitthvað sem er umhugsunarefni held ég í þessu stóra samhengi öllu saman og það á ekki við skóla í Mosfellsbæ sérstaklega, þetta bara húsnæði sem slíkt, ekki bara skólahúsnæði, þetta bara yfirleitt húsnæði og þessi tilteknu mál, það er að segja rakavandamál, örveruvöxtur sem sumir kalla myglu. Það skortir töluvert á það að það sé svona til einhverjar skilgreiningar á því hvenær slíkt helst hættulegt, hvað þurfum að gera og hvernig að bregðast við því og svo framvegis. Mér skilst nú reyndar að það sé verið að vinna að því, hugsanlega búa til einhvers konar staðla eða umgjörð það hvernig bregðast skuli við og hvenær skuli bregðast við og hvenær húsnæði getur talist hættuleg og svo framvegis. Það er alveg ljóst að fólk og einstaklingar og börn eru misjafnlega móttækileg eða næm fyrir áreiti sem þessu. Sumir þola þetta mjög vel, aðrir engan veginn. Þannig að það er töluverður munur á því og þess vegna er mikilvægt að það sé til einhvers konar umgjörð það og ég fagna því að það sé eins og mér er sagt að það sé verið að vinna að því að hálfu ríkisvaldsins. En varmaskóli er hér til umræðu og það er þannig að það er sem búið að vera að vinna að þessum tilteknu málum og verkefnum tengt varmaskóla núna síðasta 1,5 árið. Upphafið var í raun og veru sjónskoðun eða úttekt verkfræðistofnunar Eflu sem framkvæmd var í júní 2017. Þar voru greind ákveðin svæði í húsnæðinu sem verkfræðistofan taldi nauðsynlegt að huga betur að og við svo sem höfum rætt það hér á þessum vettvangi áður það, en það var strax farið í ákveðnar viðgerðir og úrbætur á húsnæðinu og grundvelli þessarar sjónskoðunar. Síðan í framhaldinu var farið í nánari úttekt á húsnæði varmaskóla af sömu verkfræðistofu og framkvæmdar enn fleiri lagfæringar og úrbætur á grundvelli hennar. Og svo þriðja innkoma verkfræðistofnunar Eflu í húsnæði varmaskóla núna 1,5 ári síðan úttekt á þessum tilteknu framkvæmdum og lagfæringum. Athugun á því hvort að þær hefðu náð tilgangi sínum, þannig að það væri búið að komast fyrir raka og hugsanlega örveruvöxt á þeim tilteknu stöðum sem hafa verið skoðaðir og niðurstaðan var sú að svo væri. Þannig að það er búið að gera heilmikið í þessum málum. Ég held að ég verði líka að segja það að þetta er nú svolítið ný verkefni fyrir sveitarfélög. Mér skoðst ég í þessari orðræðu og svona kannski þessari vitundarvakningu, ef maður orðaði það þannig, gagnvart því hvað svona hlutir geta haft í för með sér, mér skoðst ég á ákveðna aðila, ákveðin fólk, ákveðna einstaklinga og ég held að við þurfum að taka það öll í alvarlega. Það er að segja það sem að svona er kannski að renna upp fyrir fólk í dag, að þetta getur haft örugglega töluvert miklar og í sumum tilfellum jafnvel alvarlegar afleiðingar fyrir þá sem að verða fyrir óþægindum eða næmi þessum völdum. Og ég held að það sé það sem er svona kannski að grundvallast í þessar umræður sem er í dag og því sem er svona kannski að verða ljóst að raki getur bara verið töluvert vandamál í húsum og það getur þurft að taka á því. Það liggur fyrir í málinu sem er á dagskrá
Bæjarráðs á morgun, þar að segja það var óskað eftir umsögn umhverfissviðs, framkvæmdastjóri umhverfissviðs þessa tillögu. Hún inn í fundargögnum Bæjarráðs fyrir fundinn á morgun og þar eru það fyrir 20 atriði meðal annars sem talin eru í því minnisblaði sem búið að gera eða ráðast í á grundvelli þessara sjónskoðunar, úttektar og svo lokaúttektar. Í báðum deildum eða húsum skólans. En það er kannski líka rétt að vekja athygli á því að það ekki bara 2 hús í skóla. Það má segja að þau séu 4, það er að segja að Brúarlandshúsið þó að það hefur verið heiti að það sé Helgafellsskóli hafi verið upphafið á honum, þá hefur það verið útibú frá Varmárskóla og nýtt af Varmárskóla stjórna það, þannig að húsnæðið er líka til staðar undir Varmárskóla og svo það líka frístundarselið sem þarna hliðin á bólinu og það reyndar færanlega stofur. Þannig að á þessum stöðum, en ég segi örugglega rétt frá þessum tveimur, þannig að Brúarland og frístundarselið hefur ekki farið fram nein sérstök skoðun, hvorki sjónskoðun né annað. Þannig að það er alveg með réttvægt að segja að allt húsnæði skólans hafi ekki verið skoðað. Hins vegar hefur verið ansi gagngerð skoðun á bæði húsnæði yngri og eldri deildar. Þó að það megi alveg örugglega líka færa einhver rök fyrir því að það sé hægt að gera enn frekar. Og það er allavega þannig að orðræðan og svona orðræðan í kringum þetta þannig að það ennþá töluvert mikil vantrú á því að það sé búið að komast fyrir þessi mál í Varmárskóla. Og ég held að það sé bara hlutur sem þýðir það að við þurfum með einhverjum hætti að ganga algjör úr skuggum það að þetta húsnæði sé í lagi hvað þetta varðar og líka að þeir sem það nota, bæði nemendur, kennarar, starfsfólk og svo foreldrar hafi trú á því að þetta sé í lagi. Hafi ekki þá tilfinningu það sé verið að það sé ekki búið að ganga úr skuggum það að húsnæði sé í lagi. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt bara í líðan og starfsemi stofnunar eins og skóla að það sé ekki einhverjir skoðanir það eða eitthvað slíkt sem að valda því að fólk heldur eða trúir. Það getur vel verið að svo sé að leynist eitthvað ennþá í skólanum að það sé ekki í lagi. Þannig að ég held að það sé okkar hlutverk að sjá til þess að svo sé. Hitt svo annað mál að það líka fleiri skólahús í Mosfellsbæ heldur en Varmárskóla, mun fleiri. Við erum með nokkuð marga leikskóla, við erum með 4 grunnskóla, einn reyndar algjörlega nýbyggður, þannig það afar ólíklegt að það sé komin einhver örveruvegstur eða rakaskemmdir þar. Ef húsið lekur þá það varla orðið að skemmdum en það getur orðið það einhvern tíma síðar. En við höfum 20 ára gamla skóla til dæmis í Lágfellsskóla og Krikarskóli er orðinn 10 ára gamall og leikskólarnir okkar eru misjöfnum aldri. Hlaðarskólinn er nú sjálfsagt hús bara frá því einhvers staðar frá því 1950, eitthvað svoleiðis. Ég er ekki alveg með það á hreinu, ég giska á það sé einhvers staðar þar og það er náttúrulega upphaf sitt sem íbúðarhús en ekki sem leikskóli. Og svo hafa þeir byggst hver á öðrum leikskólinn okkar og þannig að sumir þeirra eru svona orðnir eldri heldur en til dæmis bæði Lágfellsskóli og Krikarskóli. Og ég segi það alveg hreinskilnislega miðað við þá vinnu sem er búið að leggja í verkefnið að komast fyrir rakaskemmdir í Varmárskóla og að gera við og lagfara, þá finnst mér alveg eins miklar líkur, jafnvel meiri á því að það geti hugsanlega verið einhver vandamál, einhver rakavandamál í hinum byggingunum líka. Því að það er búið að gera það mikið við Varmárskóla að síðustu 1,5 ári að
það er ekki, mér finnst þetta ekki ólíklegt að það húsnæði sé jafnvel orðið eitthvað sagt betra ástandi heldur en hinn. Sko með við líkindin, en ég veit svo sem ekkert það. Þannig að mér finnst að okkur hér í meirihlutanum, D.A.V. að það megi ekki horfa á þetta bara út frá Varmárskóla. Það þarf að horfa á þetta út frá öllu húsnæði bæjarins og það er mikil umræða þessi mál í þjóðfélaginu í dag. Og sem ég sagði áðan, þá eru hérna minnst ein frétt á dag í RÚV skóla sem hafi greinst með örveruvöxt. Það var Ísafjörður í fréttunum í gær og einhverjir 4 skólar held ég fréttunum kvöldið þar áður í Reykjavík. Einn skóli í Kópavogi hefur bara beinlínis verið rifinn, meðal annars út af þessu. Þannig að mér finnst einhvern veginn að við þurfum að bregðast við þessu með þeim hætti að ganga úr skugga það algjörlega að skólarnir okkar séu í lagi. Allir grunnskólarnir og leikskólarnir og allt það skólahúsnæði sem er að nota þar á meðal í íþróttahúsin sem bara hlutir notuð undir skóla. Og á þeim grunni erum við hér fulltrúar D.A.V. með tillögu undir þessum dagskrárlið sem í raun og veru gengur út á það að ljúka þessu máli hér í bæjarstjórn. Það lesa þessa tillögu. Þessum tillaga fulltrúa D.A.V. var þetta úttekt á rakaskemmdum. Fulltrúa D.A.V. leggja til að umhverfissviði verði falið að láta framkvæma skoðun á öllu skólahúsnæði Mosfellsbæjar með tilliti til rakaskemmda og hugsanlegs örveruvaxtar tengdum þeim. Ef fram koma merki örveruvöxt í þeirri skoðun verði strax gerð áætlun úrbætur og ráðist í þær. Þrátt fyrir þær 3 úttektir sem Efla hefur gert á húsnæði Varmárskóla og úrbætur í kjölfar þeirra eru enn uppi efasemdir í skólasamfélaginu í Mosfellsbæ að nóg að sé gert. Því er mikilvægt að fyrsta verkefni tengt þessari skoðun verði að ráðast í heildstæða úttekt á Varmárskóla þannig ekki leiki vafi á því að húsnæði skólans mæti kröfum sem gerður eru til skólahúsnæðis. Það er okkar mat, eða mitt mat, og að þessi tillaga gangi lengra heldur en þær tillögur sem að nú þegar liggja fyrir málinu. Þar sé að hér eru ekki að gera tillögu það að það verði allt skólahúsnæði bæjarins skoðað. Varmárskóli sérstaklega og fyrst með sérstakri heildarúttekt, það er að liggja fyrir ákveðnar upplýsingar. Það er sjálfsögðu þá nýttar í því sambandi. En þessi tillaga, hún gengur út á það að það verði allt skólahúsnæði Mosfellsbæjar skoðað með tilliti til þessara mála. Þannig að við hér við þetta borð, starfsmenn bæjarins, foreldrar og starfsmenn skólanna geti verið nokkuð öruggir það að skólahúsnæði Mosfellsbæ sé í lagi. Það sé mjög mikilvægt í þeirri umræðu og svona því sem er í gangi í samfélaginu í dag varðandi þessi mál. Já, það eru 2 mælendaskrá, það er bara svo það sé á henni það sem tillaga sem við greiðum atkvæðum á eftir þessi sem bæjarstjóri las, en við höldum áfram umræðinu og Sveinn Óskar og svo Valdimar. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Tók ég þessu tölvu? Já. Forseti, ég þakka fyrir þetta innlegg frá bæjarstjóra. Maður áttar sig á því að þegar foreldrar taka sig saman í samfélaginu, þá er hægt að hafa áhrif. Þess vegna vil ég óska foreldrafélaginu og stjórn þess í Varmárskóla sérstaklega til hamingju með að hafa komið þessu máli hingað sem það er komið.
Ég veit ekki betur, bara svona til þess að halda okkur við formið, þá má vart víkja til eða frá í tengslum við dagskrármál og heiti þess, eins og hjá mér hérna áðan, þá höldum við okkur núna við Varmárskóla, en meirihlutinn ætlar að víkka út og það er bara ánægilegt, dagskrárliðinn, það er Varmárskóla og allra annarra skólahúsa. Ég vil bara árétta það að varðandi formið, þá virtist tilefni núna til þess að víkka dagskrárliðinn. Nú, í tengslum við þetta atriði, sem að varðar úttekt á öllum skólabyggingum, þá vil ég náttúrulega árétta eitt sem er mjög mikilvægt. Mér fannst ekki hafa komið nægilega skýrt fram hjá bæjarstjórn. Það er það að þó að við höfum verið hérna minnihlutinn að reka erinda fyrir Varmárskóla, þá þýðir ekki þar með sagt að við höfum ekki viljað að allir skólarnir eru teknir og skoðaðir. Auðvitað viljum við það. Þannig að þess vegna fagnar maður því að það á að víkka þetta. Ef að við tölum önnur húsnæði sem börn eru starfandi í og iðka sína iðn og nám og íþróttir, þá finnst mér reyndar vanta íþróttahúsin við Varmá þá inn í þennan pakka. Nefndi það sérstaklega. En ef að það verður tekið með, sem að bæjarstjóri virðist vera að nefna, og ég hef þá ekki áttað mig á, þá er það fagnaðarefni líka. Það er sem sagt ekki bara skólahúsnæði, heldur íþróttahúsið einnig við Varmá. Ég vil minnast á aðra hluti, það má skoða þessi mál með þeim hætti og svo bara annað varðandi húsnæði með tillit til grunnskólalaga, sérstaklega skólahúsnæði. Það var hljóðvist líka og svo framvegis. En við verðum að athuga það að það eru fleiri mál sem koma eftir þessu, en við vitum það að miklu máli verður að leysast. Og það skiptir mjög miklu máli að þegar maður heyrir í foreldrum í samfélagi, þá segja það bara við stjórnmálamenn að hætti þessu, þrugli á milli ykkar, afgreiði máli. Og það var ekki fyrir meirihluta að það hafi verið leyst með góðum móti. Átökin á fundum og tilsvör og annað slíkt hafa beint að því að þetta hafi ekki verið auðvelt að koma sér gegn. En ég fagna því núna, og ég veit að margir úti í samfélaginu okkar hérna fagna því, foreldrar sérstaklega með börnin sín, að nú sé loksins komin einhver tillaga, þá frá meirihlutanum, að taka á þessu máli með myndarskap. En ég vil meina að þessi tillaga sé í raun og veru tillaga minnihlutans, ekki meirihlutans, en auðvitað ég mun styðja hana. Vegna þess hver baráttan í gegnum tíðina hefur verið til þess að fá þetta í gegn. En enn og aftur, þá fagna ég þessu og ég vona að við getum þá farið að vinna saman af því sem foreldrarnir biðja okkur hætta þessu argaþrasi og klára málið. Takk fyrir. Já, Valdimar, þú ert næstur á andsvar, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Við höfum oft komið hérna og rætt Varmárskóla og þessi mál varðandi Varmárskóla og nú er tilefni ánægilegt. Ég ætla að segja það að það er náttúrulega margir sem hafa unnið í þessu máli og foreldrafélagið og fleiri hafa lagt mikið á sig til þess að upplýsa þetta eða koma þessu máli af og það er bara fínt og það er gott mál að þetta sé að komast í höfn og ég mun heilshugar styðja þessa tillögu að sjálfsögðu og það er rétt, hún gengur lengra heldur en tillaga sem á átt að vera eða verður á morgun í bæjarráði þar sem þetta tekur til alls húsnæðis skólahúsnæðis í Mosfellsbæ og líka íþróttahúsin ef ég skildi það rétt. Ég mátti nú lesa tillöguna aftur. Ég hefði viljað sjá eina smá viðbót í þessu og við getum kannski rætt það. Það er að því að
í tillögu frá umhverfissviði, þá, ég vona að ég sé ekki að ég má lesa aðeins úr því sem á að fjallum á morgun, að það er sagt sko að skoða húsnæði Varmárskóla enn frekar með loftgæðamælingum og heildstæðri úttekt. Það bættu þessu loftgæðamælingum og ég held að það mætti alveg bæta því við þessa tillögu þannig að það sé gengið alla leið. Og þetta er bara mjög ánægjulegt og það er rétt að það hefur verið mikil umræða í þjóðfélaginu sem hefur ýtt við þessu og umræða líka í Mosfellsbæ myglu og þessi umræða all land og það hefur allstaðar sama sagan, það finnst eiginlega allstaðar mygla, það eru fréttir á hverjum degi húsnæði, í skólahúsnæði, þar sem að þessi óveður er. Og það er líka gott að það sé verið að skilgreina hvenær hún er hættuleg og hvenær ekki. Við vitum að það er sumt fólk sem veikist og þegar það veikist, þá getur það veikst fastalega. Og jafna sig eiginlega aldrei á því og er alltaf veikt eða fer í hús þar sem er mygla. Og það er líka skylda okkur að hlusta á þetta, hefur alltaf verið að skylda okkur að hlusta á þá sem eru með sögur af börnum sem hafa veikst, það sjást veikst og oft á tíðum hefur maður kannski haldið að gæti verið eitthvað annað því að það veikjast ekki allir. En þetta er enga sigur mjög hvimleitt og það er líka skylda okkur að hafa skólana í lagi. Það er skylda, skólaskylda. Foreldrar eru skylduðir til að senda börnin sín í skóla og það er skylda okkar að sjá til þess að það séu góðir. Og það er eitt sem á benda á þessu, ég held að það sé gott líka við þessa tillögu er það að því fyrr sem að á þessum vanda er gripið, að því auðveldar er hann í úrlausn. Því lengur sem við bíðum, því verra verður ástandið og því dýrara verður. Þannig að það er bara fínt að ef við komumst að einhverjum fleiri vandamálum og það sé þá leyst strax en ekki fyrir að koma í verra hluti. Það er líka á öllu þessu máli og aftur ég ætla að fagna því. Ég ætla að fagna þessari tillögu og vonandi verður bara sátt það í Mosfellsbæ og ég veit að víða verður fagnað. Við þurfum líka að læra á þessu. Það sem við getum lært á þessu máli er það að allar upplýsingar upp á borði strax. Sama hversu vont það er, hversu sárt það er. En ég ætla ekki að fara að ræða eitthvað fortíðin. Því að við skulum bara horfa fram á þeim og nú er það bara komið í þetta far og málið vonandi fær þennan farsælend. Já. Anna Sigríður, þú ert næst. Já, takk. Það er svo Forseti, ég kem undir sama máli og það er ekkert að hafa neitt voðalega mörg orð þetta, margt gott og gagnlegt komið hér fram. Ég vil þó byrja á því að segja að hér er talað hvernig umræðan er og upplifun fólks og þá sérstaklega það börnin þeirra séu ekki örugg í því húsnæði sem að bærinn skaffar skólanum. Í tengslum við það það er bara eitt ráð við því og það er nákvæmlega það sem að fulltrúi Viðreisnar var að segja hér áðan að allar upplýsingar séu upp á borði. Að við treystum fólki til þess að leggja mat á stöðuna eins og hún er, að fengnum þeim gögnum sem við eru tiltæk og þannig að umræðan sé á okkur grunni þar sem allir búa yfir sömu upplýsingum. Þannig held ég að eigi að vinna öll mál og ekki síst svona mál sem að varða börnin okkar, þess að við vitum það líka að það er fátt sem fólk er viðkvæmara fyrir heldur en akkúrat líðan barnanna sinna. Og minnstu óttu það að barn geti jafnvel hlotið heilsutjóna því að mæti í skólan er náttúrulega er ekki góður. En þannig að það er nú bara eiginlega það sem mér finnst eigi að læra af þessu öllu, meiri opnun, birta fleiri gögn og efla þannig upplýsta samræðu og umræðu í samfélaginu. Og ég er bara mjög sátt við þessa tillögu meirihlutans og ég heyra þá að það var vilji til þess að bæta inn í loftgæðunum sem er bara til bóta ef mér skildist á einhverjum uppgötvun hér yfir borðið. En eins og við vitum þá hefur fólk verið, það hafa meira og minna allir verið, þessi umræða búin að yfirtaka nána samfélagið með hléum í langan tíma.
það hafa allir bæjarstjórnarmenn unnið að þessu máli og allir hafa viljað vinna að því til þess að reyna að leysa það. Hver og einn einasti maður sem situr í þessari bæjarstjórn. Það er kannski beitt mismunandi aðferðum en það hefur verið það sem fólk hefur viljað. Þannig að ég vil nú bara leggja það til að þessi tillaga sem að meirihlutinn leggur hér fram og hún verði gerð að tillögu allra bæjarstjórnar, ekki bara meirihlutans heldur að þetta verði tillaga allrar bæjarstjórnar það að ganga í verki núna, í sátt og samlyndi. Það er mín tillaga og svo langar mig bara að spyrja hvort það sé ekki planið að setja svona framkvæmda áætlun það vegna þess að núna á að fara í alla skóla og þá væntanlega leikskóla og íþróttaaðstöðuna þar sem er verið að kenna íþróttir. Hvort það verði ekki sett upp framkvæmda áætlun hvernig við ætlum að fara í þessa skoðun því auðvitað gerum okkur grein fyrir því að það tekur tíma. Það verður ekki að vera farið fyrst í varnarskóla en að við gerum okkur grein fyrir hvenær eigi að fara í hina stofnunnar. En tillaga mín er svo að þar sem þetta er mál sem í raun og veru við öll berum fyrir brjósti að þetta verði tillaga bæjarstjórnar allrar og samþykkja henni. Nú, það er orðið, það er Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti. Mér finnst alveg sjálfsagt að bæta við orðinu loftgæði, að skoða mæling á loftgæðum. Það var í raun og veru hugsunin á bak við þetta í sjálfum sér. En fólki finnst það skýrara að bæta því við, þá er það mínum mati alveg sjálfsagt og það geti þá komið þarna eftir úttekt á varmárskóla og mæla loftgæði til að mynda. Ég langaði aðeins að bregðast við örstutt bara sem hér hefur verið sagt. Allt er það nú ágætt. Það er talað hér upplýsingastreymi. Ég held að það sé mjög mikilvægt að upplýsingastreymi sé gott og aðgengilegt. Og það er svo sem verið farið yfir það hér í þessum sal að fyrsta úttekt Eflu, hún fór ekki hér inn í skjalakerfi eða system bæjarins eins og kerfi bæjarins eins og verkferðlar segja til að gerast. Og farið yfir það voru mistök gerð í skjölun og dreifingu slíkur upplýsingum. Við þurfum ekkert að rifja þau upp, en ég held að við þurfum þó að rifja þau upp með þeim hætti að það var ekki gert að neinum ásetning. Það voru bara einfaldlega mistök og ég held að þau muni ekkert gerast aftur. Við erum búið að fara í gegnum þá verkferðla með þeim hætti. Alveg síðan þaðan í frá hafa allar þessar upplýsingar legið opinberar. Það er að segja þessar úttektir Eflu, náttúrulega þessi fyrsta úttekt sem var sjónskoðaninn, leið og þetta allt saman uppgötaðist, þetta var með þessum hætti, þá var hún lögð fram og er hluti af fundargögnum, ég held að hafa verið bæjarráðs og svo fræðslunefndar, þannig að báðum þessum nefndum er gagnið aðgengilegt öllum. Það var líka við úttektina sem var gerð 2018, hún var strax sett inn undir viðkomandi fundum sem gagn. Þannig að hún er aðgengileg og nú síðast þessi lokaúttekt sem ég get alveg sagt persónulega mér kannski rangt að kalla lokaúttekt, það er aldrei lokaúttekt á einhverju sem heitir viðhald eða einhverju slíku. Það er kannski hægt að heita stöðuskýrsla, það er kannski verið betra heiti. Það er svo önnur saga. Hún er bæði í fræðslunefnd, er þess að undir fundargerðum fræðslunefndar. Kannski þurfum við að kenna okkar íbúum betur að ná sér upplýsingar. Þannig að það er eins og allir áttið sig á því að þessar upplýsingar eru á þessum stöðum. Getur verið við þurfum að upplýsa íbúana betur það hvað upplýsingarnir eru. Eða þá að hugsanlega setja þær þá með skýrari hætti á vefinn okkar. Ef að svona mál er í gangi að búa þá bara til sérstaka frétt þar sem að gögnin eru.
Því að auðvitað það tilgangurinn þegar að svona minnisblöð eða skýrslur eru settar undir viðkomandi fundargerðir að það sé til þess að íbúarnir séu upplýstir. Annars værum við ekki að þessu og það samkvæmt lýðræðisstefnu bæjarins og sem að nú ansi metnaðarfull. Það þetta til dæmis tilstaklega tiltekið en kannski þurftum við að bæta okkur í því að svona þær upplýsingar sem eru mikið í umræðinni að við gætum komið þeim með einhverjum meiri setja á Facebook eða það virðist nú vera hjá einhverjum miðillinn sem að fólk les og skoðar. Þannig ég nú bara svona að nefna þetta að ég held að hafi alveg verið kristaltært að það hefur verið vilji hér allra bæjaryfirvalda hvaða nafni sem þeir eru, hvort það er bæjarstjórn eða embættismenn eða starfsmenn að þetta lægi ljóst fyrir hvað væri að gera. Hvað væri búið að gera, en það er greinilegt að svona umræðan að dæma að það hefur ekki alveg náð í gegn. Þannig að hvað er búið að vera að vinna í þessu tiltekna máli í Varmárskóla. Og ég efast það, ég segi það alveg hreinskilnislega, ég efast það að það hafi meiri vinna á undanförnum misserum verið lögð hjá nokkrum skóla, Varmárskóla, í að komast fyrir mál sem eins og þetta. Og ég held að við höfum líka að berja okkur svolítið á brjóst fyrir það og að við getum líka lært af því að við höfum kannski ekki alveg náð að koma þeim upplýsingum á framfæri, né að sannfæra skólasamfélagið það að það sé í lagi með þetta elsta og einhver myndi segja kannski merkilegasta skólahúsnæði í Mosfellsbæ. En það viljum við að sé. Og ég bara vona það að í framhaldi af þessu, eins og við svo sem ræddum hér fyrir einhverjum bæjarstjórnarfundum síðast reyndar í fundarliði, að við værum öll í liði Varmárskóla og skólan okkar. Við styddum við skólan okkar. Og hluti af því er að koma réttum upplýsingum á framfæri og ég held að við getum alveg við þetta borð bætt okkur aðeins til því að koma einmitt réttum upplýsingum á framfæri. Það er að sé að koma öllu þeim upplýsingum sem við búum yfir mál sem þessi. Því það er stundum vilja brenna við að það er bara hluti af upplýsingunum settar í loftið. Ég veit ekki til hvers en ég hef orðið var við það. Og ég held að við öll ef við skoðum það með sanngirni þá getum við séð það. Og það er líka, við berum líka ábyrgð á að koma upplýsingum á framfæri. Við búum yfir þessum upplýsingum. Og í þeirri orðræðu sem við eigum, hvort sem það er í Krónunni eða í Bláfjöllum eða á samfélagsmiðlum að hvaðina, þá ber okkur að koma þeim upplýsingum á framfæri. Segja hlutin eins og það eru. Mér er stundum skorta aðeins á það. Og ég vona það að við getum þá líka lært það af þessu. Að það sé gert með þeim hætti. Því þannig styðjum við okkar starfsmenn, okkar stofnanir og ekki síst okkar íbúa sem er að nota þessa þjónustu sem við viljum hafa sem allra besta. Ég langar líka því að vera að tala hér þakkir, eiga þakkir skylda, alveg sammála því að foreldrasamfélagið alls saman á þakkir skyldar fyrir það að standa vörð sínar stofnanir og það er þeirra hlutverk og það er okkar hlutverk líka að hlusta á þau og þeirra að hlusta á okkur. Þetta þarf alltaf að vera gagnkvæmt en ég held við verðum líka að taka það fram og að hér er fullt af starfsfólki í þessum bæ sem hefur búið að leggja mikið á sig við að reyna að hafa þessa hluti í lagi. Hluti af þessu starfsfólki situr nú og er að fylgjast með þessar umræður. Ég nefndi það hér áðan að það eru cirka bara 20 atriði sem búið að gera á grundvelli þessara úttekta sem liggja fyrir af verkfræðistofan Eflu í því að gera hlutina eins góða og mögulegt er hvað varðar þennan ágæta skóla Varmárskóla. Það er okkar starfsfólk sem hefur verið að vinna í því og ég veit það að sem bæjarstjóri
að það er mikill metnaður og mikil virðing að okkar starf borin fyrir, bera mikla virðingu fyrir okkar húsnæði, vilja hafa það í lagi og finnst vont og taka það til sín ef að einhverju með legið á hálsi fyrir að bregðast ekki við eða gera ekki hlutina. Og kannski eigum við að, eins og ég nefndi áðan, að vera duglegri við að koma því á framfæri. Til dæmis þessum 20 atriða lista eða svo sem að búið að vinna á síðustu 1,5 ári var þetta rakaskemmdir í Varmárskóla. Þannig við sem yfirvald, við sem stjórnendur, við þurfum líka að umgangast okkar fyrirtæki, okkar stofnun, okkar starfsmenn með þeim hætti að þeir skynji það að þeir sé að gera eitthvað sem okkur þykir vænt um. Mér þykir minnst mjög vænt um það sem hefur verið gert í Varmárskóla og við notum tækifæri að þakka fyrir það. Þannig að það ánægilegt að heyra það að þeir sem hér hafa talað að sé samhljómur með því að gera þetta með þessum hætti, að fara í að skoða allt skólahúsnæði í Mosfellsbæ. Þegar ég talaði um skólahúsnæði þá eru íþróttahúsin líka skólahúsnæði, þau eru notuð til kennslu og skilningur okkar á þessari tillögu svo að þá taki það líka til, að það taki til grunn, leik og þess húsnæðis, frístundarselja og slíkra hluta sem að íþróttasala sem notuð í kennslu og það er ekki bara Varmá, það er líka Lágfell. Áttu ykkur á því. Þannig að þetta er allt skólahúsnæði eða húsnæði sem nýttir í þágu skólanum einum öðrum. Já, þeirra með skrá Stefán Ómar og síðan Valdimar, gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég fagna þessari umræðu sem hefur farið fram húsnæði og þessa miklu umræðu og þetta allt saman. Það er orðurinn til alls fyrst og það er bara gott að við erum byrjuð. Ég fagna líka þessari tillögu sem er komin hérna fram og myndi bara eiginlega óska eftir því að hún er alveg kyrfilega útfærð með því að þetta næði yfir húsnæði íþróttamiðstöðvar bæjarins. Bara þannig að það sé, þá velkist enginn í vafa það að við förum alla leið í þessu máli og þannig að og ég tek síðan bara undir það að ég er tilbúinn að styðja þessa tillögu. Ég er náttúrulega alveg sérstaklega tilbúinn að styðja hana ef við stöndum bara öll að henni eins og hér var nefnt áðan. Það er það allra besta signal sem við sendum út í samfélagið. Ég gerir mig grein fyrir því að þetta tekur einhver tíma eins og hér var nefnt og við þurfum að raða þessu upp og fara í þetta skipulega. Og ég treysti náttúrulega þeim sem er í þessum málum fyrir okkur til þess að finna út úr þeirri röðum. Þannig að hún sé skynsamlegust og bestuð, kannski getum við sagt. Þannig að við byrjum þar sem við teljum kannski að það sé mesta hættan á að þarna að sé eitthvað að finna sem heitir mygla eða örvuveiru vöxtur eins og þetta er kallað. Og það hefur ekkert farið fram hjá okkur. Þetta er náttúrulega búið að vera tröllir í það samfélaginu á síðustu vikum og dögum. Við fáum, eins og hér hefur verið nefnt, fréttir nánast jafnt og þétt um þetta. Þannig að þetta virðist vera því miður útbreitt vandamál í byggingum á Íslandi. Vegna hvers hef ég ekki hugmynd ég þekki ekki inn á þau fræði en einhverju hluta vegna virðist þetta vera að gerast og skjóta upp kollinum á ólíklegustu stöðum og aðalatriðið er að ræða það opinskátt og bregðast við því. Þannig að ég vil bara klára þetta með því að segja bara styð þessa tillögu, vil vera aðili að henni in full og eins og kom hérna fram á fyrri stigum og ég held að ég hef notað þau orð líka hérna í þessari pontu þá. Við styðjum öll skólan okkar. Að sjálfsögðu og Varmá er náttúrulega okkar elsta húsnæði, Varmá og náttúrulega Brúaland ef við förum allavega þangað aftur. Og ég er ekki grunlaus að hér séu minnst nokkrir við borðið sem að þekkja Brúaland að góðu einu. En það var auðvitað að fara í gagngerabreytingar á Brúalandshúsinu fyrir ekkert mjög mörgum árum síðan en ég svo sem veit ekki ástandið þar en það er inn í þessu, það er skólahúsnæði eins og hér var bent á, það er hluti af okkar skólahúsnæði og við förum í það líka. Takk fyrir. Já, það er Valdimar, þú er orðið. Þessu er.
Já, takk fyrir þetta. Ég ætla aðeins að bregðast við tvennu sem bæjarstjórinn nefndi. Í fyrsta lagi nefndi hann að mætti þakka fleirum heldur en þessu sem við þakkuðum fyrir og það er alveg rétt sko. Það má þakka líka þeim sem að komið að viðhaldi skólans og hérna sko ég vil taka það fram eitt að að tala að vera ekki að hlusta. Ég held ég hafi alla sett fram undanfarið einhverja bókun þetta mál á þess að minnast á þetta. Minna á það að síðasta bókun sem ég lagði fram var örvunarvöxtur í skólanum verður fjarlægður, mikilvægt að klára út þetta skólanum sem fyrst, eða örvunarvöxtur sem fannst í skólanum hefur verið kláraður. Ég skrifaði grein á síðasta ári, þar var til dæmis nefnt að síðan máli komst í hámæli 2018, þá hefur umhverfið tekið þetta föstum tökum og er að vinna í því. Og svo framvegis, þannig að ég hef yfirleitt talað það sem að verið er að gera. En ég hef ekki bara talað það, ég hef líka talað það sem ekki er verið að gera. Og það er bara sjálfsagt mál. Það er líka hlutverk okkar sem við erum hér að gæta þess að koma öllum sjónarmiðum fram og að það sé upplýst öll mál sko. Þannig að ég vildi bara nefna þetta. Ég var að tala upplýsingar og ég sagði það að ég ætla ekki að fara í það að rifja öll þessi mál og rifja aðalega þessi skýrsla sem þetta minnisblað sem var gert eftir innliti í júní 2017. Og ítreka þetta bara. Þetta er eitthvað til að læra. Hvort sem það er að geyma þetta á réttum stöðum í skjalageymslum eða að svara spurningu sem fyrir koma. Þannig að það er mikilvægt, eins og bæjarfulltrúi Anna var að segja, að upplýsingar séu á borðinu en fljótt á eftir. Það örleita allir ekki að tala það. Ég bara væri mjög til í það líka að vera aðilega þessari tillögu og fagna þeim. Mér finnst þetta koma á óvart og lýsir því að við getum alveg unnið saman og þetta þarna sýnir það sem við tölum að við erum öll í liðinu með skólanum og eigum að vera að standa á bak við þeim og ég mun gera það eins og mér er upp. Já, þá er einnamændi skrá, það er Ásgeir Sveinsson. Gjör svo vel, Ásgeir. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég vil ræða þetta mál, sama mál, nýja tillögu hér varðandi úttekt á skólahúsnæði í Mosfellsbæ. Mig langar að fara aðeins í annan vinkil á því sem að hefur komið upp í umræðinu undanfarna daga sem ég held að ég ætti að skipta mjög miklu máli að næstu misserum hvað þessi mál varða. Það er hversu erfið þessi umræða er varðandi þessi mál. Við stöndum frammi fyrir því í skólahúsnæði í Reykjavík sem að þurfti að loka með miklum snarhasti niður í Fossvogsskóla. Það sem að var nýbúið að taka út af fagaðilum húsnæði, það sem að lítið sem ekkert kom í ljós. Þetta sama húsnæði var búið að fá næst efstu einkunn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, ekki fyrir löngu síðan. Síðan kemur í ljós þegar að annar fagaðili kemur að ástandið er slæmt og verð. Þetta gerir í fyrsta lagi umræðuna erfiða og þetta gerir það að verkum að fólk verður ennþá ruglaðri í þessu málefni heldur en kannski var fyrir. Þekkingin er ekki mikil og ég held að það sé mjög brýnt að eins og Haraldur nefndi hérna að það er einhver vinna í gangi á vegum ríkisvaldsins hvort það væri hægt að ná betur utan þetta með einhvers konar stöðlum og einhvers konar bara meiri þá þekkingu hvaðan sem við þurfum að fá hana vegna þess að þetta er mjög mikilvægt að við náum einhvern veginn að umræðan verði upplýstari og hún verði byggð á eins mikilli þekkingu og hægt er eins og hægt er að gera. Þetta er náttúrulega mjög fjölbreytt eins og við vitum þessi örveruvöxtur og svo framvegis, misjafn, en ég held að þetta sé eitthvað sem er mjög mikilvægt í framhaldinu vegna þess að ég held að við séum ekkert að hætta að tala um þetta eftir viku eða 2 vikur eða eftir 3-4 mánuði eftir þessi skoðun hefur fyrir fram. Það er ljóst að það heldur áfram þessi vöktun og þessi viðgerðir á eldra húsnæði eins og í Varmárskóla, þannig að þessu lýkur aldrei. En ég vil líka segja það og taka undir það með þeim sem hafa rætt hér mikilvægu upplýsingastreymis
Og ég vil líka þá nefna það í þennan hóp okkar hér að okkar ábyrgð er mikil að við veitum réttar upplýsingar og allar upplýsingar sem við höfum í þessi mál þegar við erum að ræða það, hvort sem það er á samfélagsmiðlum eða hvar. Þetta er búið að vera på borðum hjá okkur í bæjarstjórn og bæjarráði, sérstaklega varðandi Varmárskóla, undanfarna mánuði, vegna þess að það hefur verið umfangsmikil framkvæmd í gangi þar hvað varðar viðhald og framkvæmdir. Þannig að því leytinu til hefur það auðvitað verið upp á borðum, en þegar maður hefur skoðað, ég er mjög hugsi, þegar ég hef skoðað samfélagsmiðlana undanfarna vikur og jafnvel lengra aftur í tíman, þegar að maður skoðar upplýsingarna sem koma þar fram og það sem fólk er tilbúið að setja fram í fullyrðingum hvernig ástandið er, til dæmis það í Varmárskóla, það er ábyrgðar hluti að gera það og ég er ekki að tala þá okkur hér, heldur bara þá sem er að skrifa þessi mál, vegna þess að þetta er mjög viðkvæmt, þetta lýtur að heilsufari, bæði barnanna og starfsmanna og það skiptir máli hvernig fólk talar, hvað það setur fram, vegna þess að fólk verður að bera ábyrgð á því sem það setur fram. Það er mjög mikilvægt að mínu mati. Og í þessari umræðu varðandi Varmárskóla, sérstaklega inn á samfélagsmiðlunum, að þá eru því miður ekki allar upplýsingar inni og umræðan hefur dregið taum á því að það hafi lítið verið gert og svo framvegis sem er ekki rétt eins og við vitum hér og er búið að fjalla hér um. Þannig að það er mikilvægt að við náum að stýra umræðinni, við náum að veita allar þær upplýsingar sem við getum og vonandi tekst að fá meiri upplýsingar og einhverja svona meiri staðla til þess að vinna eftir þannig að þetta auðveldi þá upplýsingagjöf sem við viljum að sé sem best. Takk fyrir. Já, það er einn af mælendaskránum núna, það er Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo spurgum. Já, takk forseti og bæjarfulltrúar. Kem hér upp undir sama máli númer 6, varðandi úttekt á Varmárskóla. Ég fagna þessari tillögu sem fram er komin sérstaklega. Ég ætla nú kannski að byrja að segja það sem formaður fræðslunefndar að það hefur gengið á miklu undanfarna daga og við svona ég allavega með veikum mætti reynt að setja fram þær upplýsingar sem ég held að væru löngu komnar fram og þá er ég að tala um samfélagsmiðluna sem að kannski það lék alltaf reiði skjálfi hér um daginn. Þannig að maður svona vissi ekki alveg hvað á sér stóð veðrið en hélt einmitt að allar upplýsingar lægi fyrir og allir vissi nákvæmlega hver plönin væru varðandi viðhald á Varmárskóla. Það hefur allt saman blasað við til á öllum pappírum, farið fyrir bæjarstjórn og bæjarráð og bæjarstjórn, viðhaldsáætlun og það sem gert hefur verið. Það voru ýmsar fullyrðingar um það að í krafti upplýsingalaga hafi náðst að ná einhverjum upplýsingum fram. Þetta er náttúrulega, ég veit ekki alveg með þennan meirihluta sem situr hér á upplýsingum og ætla sér að meiða börn. Það er ekki gott að sitja undir því. Þannig að það er sjálfsögðu mjög alvarlegt en það hefur sem betur fer, hafa öldur lægt og fólk fær réttar upplýsingar og plönin eins og þau eru og allir standa frammi og vita nákvæmlega hver þau eru. Ég ætla að fagna því sérstaklega ef við náum öll sem eitt að koma Varmárskóla upp úr pólitískum skotgröfum og þá í eitt skipti fyrir öll. Þetta er mjög pólitískt mál, þetta er pólitískt mál í Reykjavík og þar togast meirihluti og minnihluti á líka upplýsingar, framkvæmdir, ástand, ásakanir ganga á víxl. Eða við hér sem bæjarstjórn náum að stíga þau þroskaskref að standa hér saman að því að hlúa að þessum skóla, þá ætla ég ekki að standa í veginn fyrir því. Það hefur ávallt verið mitt verkefni síðan ég kom inn sem formaður fræðslunefndar og inn í bæjarstjórnina að gera það. Ég hefði kannski líka viljað sjá mögulega sama tilboð eða sama svona kannski sama boð það að fá að vera með á tillögu Viðreisnar að öll bæjarstjórnin
hefði staðið á bak við það í upphafi að fara í úttekt á varmaskóla. Það hefði verið mjög, mjög sterkt. Nú stöndum við frammi fyrir þessari tillögu sem við ætlum að kjósa um. Ég ætla að hugsa málið, það beiðni minnihluta sem hefur komið hér fram. Ég gleðst yfir því, en þetta hefur bitið. Þannig að ég ætla að hugsa það, við tökum okkur bara fundarlega hérna eftir og ræðum þetta. Hefði ég fengið tilboð frá Viðreisn að við værum öll á tillögunni, það hefði ég aldrei þurft að hugsa mig um. Varmaskóli þarf að komast upp úr pólitískum skotgröfum í eitt skipti fyrir öll. Og ég ætla líka að segja það við alla þá hagaðila sem koma að skólanum, foreldrar hérna úti, dauðhræddir börnin sín, sem alltaf hörmulegt, stjórn foreldrafélagsins, skólastjórnendur og við sem bæjaryfirvöld, við berum gríðarlega mikla ábyrgð að við sem bæjaryfirvöld á því hvernig fólki líður hérna úti. Og ég ætla bara að segja það og líka sérstaklega við þá sem koma að varmaskóla, úr hvaða átt sem það að það hefur aldrei nokkur hlutur staðið í veginn fyrir því að við höfum átt samtal við hvern sem það hefur verið eða neitað að hlusta eða annað slíkt. Ég ætla að blása það núna og ég mun blása á það alla tíð að menn ég sitt hér við þetta borð. Það talaði lærdóm, við höfum öll að læra af þessu. Ég læri eitthvað nýtt á hverjum degi. Þannig er bara mitt líf. Þannig mér finnst það mjög gott að læra í lífinu. Þannig að mitt framlag verður, núna í þessu máli verður bara þessi nýja tillaga okkar. Þannig við náum bara yfirleitt hérna skólamenningunni og bæjarmenningunni, bæjarbragnum á hærra plan en hann er kominn og hann fór á honum helgina. Hann lagðist mjög lágt, bragurinn og menningin. Það var vont að horfa upp á þetta. Þannig að ég skal leggja mig alla fram við það að hífa það upp aftur svo fólk geti sofið rólegt, sent börnin sín óhræddir í varmaskóla. Þannig að það er verkefni okkar að sjá til þess. Það er okkar verkefni að sjá til þess að upplýsingar séu á borðum svo allir viti og allir fái réttar upplýsingar. Og ég ætla líka bara að enda orð mín á því að segja að við styðjum öll varmaskóla. Við styðjum öll okkar skólabyggingar. Skólaþjónustan er mikilvægasta þjónustan í bænum. Þetta er viðkvæm umræða og þetta er viðkvæm þjónusta. Takk fyrir fyrstu. Já, Stefán Ómar hefur við núru. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti, bæjarfundur og gestir. Já, ég vil bara taka undir, ég vil eiginlega þakka bæjarfundara Ásgeiri Sveinssyni fyrir að hafa sérstaklega undirstrikað hérna áðan, kannski öðrum fremur, að þetta eru, allar upplýsingar þurfa að vera upp á borðum, það þurfa að vera þær réttu, vegna þess að þetta náttúrulega, við vildum ekki standa frammi fyrir því í fyrramáli að það kæmi enginn í skólann, vegna þess að það væri foreldrarnir upp á staðið það að þarna væri allt í rúst og þeir bara héldu sig heima eða færi mótmálagöngu hérna miðbæinn eða eitthvað í þeim dúr. Þannig að við þurfum að auðvitað að passa þetta. Við þurfum að hafa það rétta við hendina og ég tel að þetta sé einmitt bara rétta skrefið sem við erum að stíga núna. Við förum bara í úttekt á öllu skólahúsnæði. Það er bara held í alveg tímabært. Við erum búin að ganga í gegnum súrt og sætt í þessu þjóðfélagi. Við erum örugglega ekki búin að gleyma hruninu og því sem það hafði í för með sér og þá voru neyðaráætlanir uppi og þá þurfti bara því miður, það þurfti að kannski að gera ekki hluti sem hefði þurft að gera og hefði þurft að sinna viðhaldi áfram að sama krafti en það bara varði eitthvað undan að láta, við þekkjum þetta. Þannig að það er bara full ástæða til að við förum í gegnum þetta og höldum þessu og við pössum umræðina og það er ekki síst í okkar höndum þá að passa hana, hafa réttar upplýsingar til reiðu, vera tilbúin að koma með þar fram og vera þá líka tilbúin að leiðrétta hvar sem við erum. Ég náttúrulega eins og þið öll sem situr við þetta borð, við erum stoppuð hérna á förnum vegi og það er verið að spurja okkur út í þessa hluti, er þetta virkilega svona? Er þetta svona á hinsegin? Þannig að
að það bara sýnir okkur og segir okkur hvað við þurfum að vera í raun og veru á vaktinni og passa það, því að fyrst og síðasta verkefni okkar sem að við heyri ég hérna og það gerist reyndar daginn líka, að við stöndum saman í því, við stöndum saman á bakvið okkar skóla, að við styðjum þá og við pössum upp á þá með allri ráð og dáð sem að við getum. Takk fyrir. Nú, Anna Sigríður hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Anna Sigríður. Forseti, bara östutt, byrja bara að taka undir mig sem bæjarfulltrúa Ásgeir nefndi varðandi þessa vinnu og reyndar að kom fram í máli bæjarstjóra líka þessa vinnu á vegum opinberra aðila einhvers konar leiðbeiningar eða gæðavísa eða eitthvað sem er það hægt að vinna samkvæmt í þegar við að taka út svona húsnæði og fylgjast með að hlutinni sé í lagi. Það er náttúrulega bara geysilega þarft verkefni. Mér langar bara til að spyrja því ég varpaði fram einhverja spurningu á hann hvort það ekki sett tímasett framkvæmdaáætlun það hvernig verði farið í skólana þannig að við vitum þá, getum þá svarað því þegar við erum spurð. Jú, það verður farið í að skoða Reykjakot, hvenær sem það verður skiljiði. Ég hef ekki fengið svar við þeirri spurningu og ég vil gjarna fá hana og svo ítreka ég tillögu mínu að vegna þess sérstaka eðlis þessa máls að tillaga verði gerða tillögu allrar bæjarsöfnum því mér heyrist allir sem hafi komið hér upp allavega nú minnihlutanum lýst yfir vilja sínu til þess en það er ekki vitað með meirihluta. Haraldur, þú kjörvar. Já, forseti bara þessa spurningu. Það er sjálfsögðu að raða þessu verkefnum upp, sko. Það er ekki búið að því, en það er ekki búið að setja málið í farveg. En það spyrir hvort það yrði ekki gert. Jú, það þarf að gera það. Það er líka ljóst að þetta verður ekki gert á einu mánuði og ekki tveimur og örugglega ekki þremur heldur. Ég ætlum bara að ímynda mér að þetta tæki nú alveg fram á næsta ár að gera svona skoðun, jafnvel lengur, vegna þess að það er mikið að gera hjá þessum fyrirtækjum sem að vinna við svona lagað þessar mundir og þannig að tillagan gengur bara út á það að umhverfisverðir er falin að láta framkvæma þetta og það þarf þá að útfæra það nánar og það er sjálfsagt að upplýsa það hvernig því það framvindur í framhaldinu en tillagan gengur fyrst og fremst út á það að koma málin í formlega farveg og það sé þetta þá að fara fram undirbúa þá aðgerðaráætlun á þeim grundvelli. Já, fleiri hef ekki fannst sér hljóðs, þá lít ég svo á að umræðu sé lokið. Það liggur fyrir tillaga, en það er beðið fundarhlé áður en við tökum þá tillögu fyrir sem var hér lesin áðan, þannig að það er fundarhlé. Já, við hefjum þá fund að nýju og við erum ennþá að ræða fundargerð bæjarráðs frá 14. mars. 7. mál sem heitir tillaga úttekt á húsnæði Varmárskóla. Það liggur hér fyrir fundinum tillaga og reyndar breytingatillaga líka og ég mun lesa þetta upp sem eina tillögu og síðan verður tekið til atkvæða. Þetta hljóðar svona, tillaga fulltrúa D og A-lista varðandi úttekt á rakaskemmdum. Fulltrúar D og A-lista leggja til að umhverfissviði verði falið að láta framkvæma skoðun á öllu skólahúsnæði í Mosfellsbæ með tilliti til rakaskemmda og hugsanlegs örveruvaxtar tengdum þeim. Ef fram koma merki örveruvöxt í þeirri skoðun verði strax gerð áætlun úrbætur og ráðist í þær. Þrátt fyrir þær 3 úttektir sem Efla hefur gert af húsnæði Varmárskóla og úrbætur í kjölfar þeirra eru enn uppi efasemdir í skólasamfélaginu í Mosfellsbæ að nóg sé að gert. Því er mikilvægt að fyrsta verkefni tengt þessari skoðun verði að ráðast í heildstæða úttekt á Varmárskóla og mæla loftgæði þannig að ekki leiki vafi á að húsnæði skólans mæti kröfum sem gerðar eru til skólahúsnæðis.
Þetta var sem sagt nefndin tillagan hérna frá fulltrúum D.O.F.-lista og síðan í viðbót fram kom breytingartillaga að bæjarstjórn standi sameiginlega tillögunni. Tillagan, já, það þannig að þeir sem að samþykkja þetta sem ég las upp áðan, það að segja aðaltillöguna og breytingartillögunum að bæjarstjórn standi sameiginlega tillögunni eru bennur rétt upp hönd. Og það eru 9 hendur á lofti og það verður fært til bókar. Þá hefur við lokið umræðum og afgreiðslu á 7. máli í fundargerð bæjarráðs frá 14. mars. Þarna voru 9 mál á dagskrá og orðið er ennþá laust eitthvað að hinum málunum. Stefán Ómar, þú verður orðið, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem hérna upp undir 9. máli, held ég. Desember í 11.14. Já, 2.9, eins og það mest hérna í hérna, það var afgreitt í bæjarráði, sem sagt hérna heimild til útboðs á gatnagerð í desember 11.14. Og ég rak augun í það að neðst í þessu skjali kemur fram, lagt er til að verkið verði boðið út í heild samkvæmt ofangreindri áætlun og lóðirnar sem eru 4 talsins verði seldar á gatnagerðargjaldi. Ég er svona aðeins að velta þessu fyrir mér að því við erum með sérstakar úthlutunarreglur lóða í gildi og ég man ekki eftir að sé þetta áður gert með þessum hætti að það sé verið að setja sem sagt í raun og veru inn í beiðni útboð, setja þar inn líka hvernig á að, við hvað verði á að sem sagt selja lóðurnar, vegna þess að það er yfirleitt ákveðið í úthlutunar skilmálum sem eru samdir og bæjarráð sem sagt, eins og segir í reglunum, fer með það hlutverk að afgreiða þá. Þannig ég hnaut svona aðeins þetta og kannski gott að fá bara upplýsingar sem sagt hvernig stendur á að þetta er þarna inni sem ég svona finnst framandi. Haraldur, þú með orðið. Já, bara til að bregðast við að svara þessu. Það er tekið að það hefði örugglega mátt orða þetta aðeins nákvæmar eða skýrar. Það sjálfsögðu þarf að útboða úthlutunarskilmála og leggja þá fyrir bæjarráð. Svo það sé engin misskilningur það. Þeir eru í smíðum, en tilgangur þessara setningur að hefði kannski átt að setja hann í eitthvað annað samhengi að taka hann í aðra setningu eða var sá að fá bara leiðbeiningu bæjarráðs hvaða verði ætti að nota í úthlutunarskilmálunum og líka svo það sé sett í samhengi hver kostnaðurinn af gatnagerðinni væri og svo hverju hugsanlega tekjur þá gatnagerðargjöldum væri á móti. Því að síðast þegar að lóðum var úthlutað í desember þá var afsláttur gefinn af gatnagerðargjöldum, þannig að það var verið bara að fá afstöðu bæjarins hvort að það mætti að gilda en þessu rildi þá lagt til að það hefði bara úthlutað á fullum gatnagerðargjöldum, þannig að það var tilgangurinn. Hefðu örugglega mátt orða það eitthvað skýrar og síðan koma sem sagt úthlutunarskilmálarnir til bæjarins til samþykktar, en það er verið að bíða eftir því að þessi búið að stofna lóðirnar formlega sem sýslumanni og þannig að það verður ekkert gat á þessu og leið og það er komið þá verður úthlutunarskilmáli lagður fram. Þannig að ég vona þetta svarspurning. Já, Stefán og Kolbrún var. Nei, ekki annar mál. Annar mál, já. Stefán, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já bara takk fyrir þetta. Þetta hlaut eiginlega að vera að þetta væri með þessum hætti og þakka bara fyrir góða útskýring á þessu. Einhverju fleiri sem vilja ræða 9. mál, desember 11.14. Svo er ekki, en Kolbrún, þú beðið orðið. Já, Gjör svo vel. Forseti, mér langar til að koma hér upp undir máli númer 8
varðandi beiðni að fá auglýsa starf skólastjóra Lágafellsskóla. Mér langar bara til að benda á þetta að þarna er skólastjóri sem er að hverfa af braut úr þessu starfi og bæjarráð samþykkti það náttúrulega eftir að færa auglýsingu og starfið hefur verið auglýst. Og mér langar bara aðeins til að nefna það og ég vil kannski ekki þakka Jóhannu fyrir það, ég mun örugglega gera það persónulega en þegar hún lýkur starfum, hún hefur náttúrulega ekki lokið starfum, Jóhanna Magnúsdóttir, skólastjóri Lágafellsskóla, en það eru alltaf tímamót þegar að fólk hverfur úr störfum hjá okkur, hjá sveitarfélaginu og Jóhanna er náttúrulega búin að standa og stýra skútunni í Lágafellsskóla í mörg ár og tók við af Sigríði Jónsson sem var fyrsti skólastjóri og gert það miklu myndarbrag og búin að fara með þessum skóla í alla þá fjölgunar og fækkunar umræðu sem hefur átt sér stað í þessu hverfi og hefur komist á ákveðin jafnvægi og ró á því hverfi núna hér á vestursvæðinu. Þannig að ég held að það verður eftirsjá af Jóhönnu en þetta er líka ákveðin tímamót og áskorun að fá nýjan stjórnanda í húsið og halda áfram að leiða þennan frábæra skóla í þeirri skólaþróun og þeirri vegferð sem hann er á. Þannig að ég vildi bara ég ætla ekki að þakka henni fyrir akkurat núna, við eigum eftir að koma upp aftur þegar ég mun koma upp aftur þegar og lýsa því opinberlega og þakka henni opinberlega fyrir þegar að því kemur. Vonandi fæ ég tækifæri til þess en ég vildi bara vekja athygli á þessu og ég veit að starfsfólk skólans er að fara að hugsa bara hver tekur nú við og hvernig verður þetta allt saman. Þetta er alltaf ákveðin hríslast mannskapinn þegar stjórnandinn fer úr brúnni, hver kemur í staðinn. Þannig að það verður að sjálfsögðu vanda til verka og gaman að sjá hverjir muni sækjum og okkur náttúrulega annt skólan okkar eins og fram hefur komið. En ég vildi bara hafa orð á því en ég mun örugglega þakka Jóhannu þó alveg örugglega þegar ég mun mæta henni á förnum vegi eða hér í húsi. En þetta var það sem ég vildi nefna, forseti. Já, einhver annar bæjarfulltrúi sem vill ræða 8. mál? Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, já það er rétt þegar góðir starfsmenn í bænum yfirgefa sinn vettvang að þakka kærlega fyrir þau störf sem viðkomandi hefur unnið og Jóhanna Magnúsdóttir hefur starfað þarna þessa hríð og það er mjög ánægjulegt að vita til þess hvernig hún hefur hagað þetta málum og bara vil ég þakka fyrir hennar störf. Nú, fleiri ekki hvað þið hljóðs þetta mál. Ráðning skólastjóri í Lágafellsskóla, eitthvað önnur mál þarna sem bæjarfulltrúi vilja ræða þessari fundargerð. Svo virðist ekki vera. Þá greiðum við atkvæði fundargerðinni í heild sinni eins og einstök mál bera með sér. Við ykkur réttu bönd sem samþykkið. Anna. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að nefndunum, það er 3 fundargerðir frá nefndum. Það er skipulagsnefndarfundargerðin hinn í síðari sem við tölum á eftir. Tökum þetta þannig að við byrjum að tala um fræðslunefnd. Það fundur númer 360. Það voru 3 mál á dagskrá. Því ekki voru laust. Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, ég kemur 3. dagskrárlið þessa fundar fræðslunefndar númer 360. Við varum að ræða svokallaða sjálfsmatsskýrslu frá Varmárskóla og fulltrúi Miðflokksins gerði athugasemd við atriði varðað skipan skólaráðs og þá með vísan í 8. grein grunnskólalaga. En samkvæmt grunnskólalögum þá var þetta skólaráð
skulu 9 sitja í skólaráði. Og þar skólastjóri nefndur í eintölu. Við vitum það að fyrirkomulagi í Varmárskóla hefur verið með þeim hætti síðustu ára að það einn skólastjóri í neðri deild, eða yngri deild fyrirgefðu og einn í eldri deild. En ég hef ekki séð neitt gagn þess efnis frá ráðuneytinu að breyta hefði átt fyrirkomulaginu í skólaráði þrátt fyrir það. Eða víkja eitthvað frá lögum. Og mig langar með leyfi forseta að fara hérna í fundargerð annars skóla sem gerði breytingar hjá sér eftir athugasemdum frá samfélaginu. Það Hörðuvallaskóli í Hafnarfirði sem að samkvæmt mínum tölum hérna þannig 2016 var 1000 barnaskóli. Og þá vitnaði ég í fundargerð frá 30. ágúst 2018 í skólaræði Hörðuvallaskóla. Fyrsti dagskrárliður, skipan skólaráðs. Í lok síðasta skólaárs komu fram athugasemdir við skipan skólaráðs. Það að fundina sætu 3 stjórnendur. Tekið tilliti þeirra athugasemda héðan í frá, þannig aðeins skólastjóri situr fundi ráðsins, en annar hvor aðstoðarskólastjóri skólans ef kemur til forfalla skólastjóra. Ég lít á afgreiðsluna í fræðslunefnd sem svona kannski leiða því að skoða þetta. Ég ætla ekki að fara meira út í það og ég tel að það sem mikilvægt að þetta sé stillt af í samræmi við bæði reglugerðina sem gildir skólaráð og í samræmi við lögin sjálf. En samkvæmt reglugerð númer 1157 frá 4. desember 2008 þetta tekið skýrt fram með stuðningi í 8. grein grunnskólalaga. Í annan stað varðandi skýrsluna sem slíka skiptir mjög miklu máli að hún sé tekin þá fyrir í skólaráði eftir atvikum að þessum breytingum skoðum sem að varða þá væntanlega leiðréttingu í skýrslunni. Ég tel að þetta fyrirkomulag hafi verið þannig að svona skýrslur og annars slíkt sem varðar viðkomandi stofnun bera að fara fyrir skólaráð fyrir eða eftir að skólanefnd eða fræðslunefnd hér samkvæmt lögunum hefur þá fjallað þetta vegna þess að skólasamfélagið sem situr þar innan veggja eru foreldrar, starfsmenn skólans, þar kennarar meðal annars, skólastjóri og aðilar úr grenndarsamfélagi og svo náttúrulega fulltrúi nemenda. Þannig að ég legg áherslu á það að við vinnum þetta í bara góðri sátt en það leiðarljósi að gera breytingar eins og þegar hefur verið gert í Hörðuvallaskóla og það má einnig vísa í skýrslu frá ráðherra menntamála sem hann lagði fyrir þingið á sínum tíma innleiðingu grunnskólalaga. En menntamálaráðherra lagði fyrir þingið hvernig hefði gengið að innleiða lögin og það var mjög ítarleg greining á því að það þyrfti að stilla ýmsa þætti af varðandi skilning og þekkingu á lögunum og ég lít svo á að það sé smá fínstillir sem á eftir að eiga sér stað. Já, við ræðum þriðja mál fundargerð fræðslunefndar og Kolbrún hefur beðið orðið, gjörðu vel. Já, forseti, við ræðum mál nr. 3 í
fundargerð fræðslunefndar. Það er rétt sem hér hefur komið fram að það kom tillaga frá fulltrúa M-lista og að vísa þessari skýrslu tilbaka með réttum upplýsingum, af því að það hefur komið athugasemd að það var ekki staðið rétt að því að það væru 2 skólastjórar sem sætu skólaráðsfundina. Það var nú samt fannst mér að heyra á nefndarmönnum með nefndarfólki að það teldist ákveðin kostur að báðir skólastjórar sætu skólaráðið, en að sjálfsögðu hefur bara 1 skólastjóri kosningarétt þegar kemur að því að þurfa eitthvað að kjósa hlutina málin. Þetta hefur verið kannað í þaula og það virðist nú vera mikill fjölbreytileiki í því hvernig skólar haga þessu. Ef það er í þessum tiltekna skóla sem að hér var nefndur áðan 1 skólastjóri og aðstoðarskólastjóri, þá situr bara skólastjórinn. Í Varmárskóla eru 2 skólastjórar og það þykir ákveðin fengur í því að þeir sitji báðir, annar þeirra skrifar fundargerð og hinn leiðir fundinn. Það hefur verið gerð athugasemd við þetta. Þetta hefur verið farið ítarlega ofan í þetta og það kemur í ljós að talan 9 er ekki heilög. Það virðist vera allt frá 8 upp í jafnvel, svona 10 jafnvel, á svo mörgum skólum. Það er svona 8 til 10, 9-10 er mjög algengt. Það er mjög bara misjafnt greinilega hvernig það er, þannig að, og eins og fram kemur í reglugerðinni, að það fer það svolítið eftir eðli skólans, hverjir sita í skólaráðinu og skólaráðinu. Varmárskóli er þannig samsettur að þetta eru 2 skólar sem að, þetta er 1 skóli sem að í rauninni eru reknir í 2 byggingum, eða fleiri, náttúrulega 3. Og þannig að það hefur aldrei verið annað en bara kostur við það að þeir sitja í báðir fundina. En það hefur greinilega verið gerð athugasemd við það sem að kemur mér svolítið á óvart af hverju báðir skólastjórar skólans með ekki sitja í skólaráði. Ég hef svona haldið að það væri bara bæði til að upplýsingarnar bærist nú hratt og vel á milli húsa og hægt var að ræða bæði það sem varðar yngri og eldri deild. Þetta eru alltaf 2 skólastjórar sem stýra sitt hvoru húsinu. Þannig að í mínum huga þá finnst mér það einmitt mjög eðlilegt og gott að þeir sitji báðir skólaráðsfundina. Tillaga fulltrúa M-lista var felld en ég bar upp nýja tillögu sem að fulltrúi C-lista tók undir með fulltrúum MAF og D-lista þess efnis að þessi skýrsla færi yrðilega fyrir skólaráð sem var reyndar alltaf gert ráð fyrir því að hún færi þangað. Og það var aldrei neitt ágreiningur það að þessi skýrsla færi þangað. Leiðin lá alltaf þangað. Þannig að það var einhver umræða það að þessi skýrsla færi ekki fyrir skólaráðið en að sjálfsögðu fer hún þangað. Það kom aldrei neitt annað til greina. Þannig að ég veit ekki alveg af hverju var gerð athugasemd í þetta, því að þegar málið var kannað þá eins og orðalag reglugerðarinnar er þannig hljómar þannig að skólarnir eru ekki allir eins. Þannig að það kemur þá fyrir að það séu 2 skólastjórar sem stýra skólum og sitja það báðir. Skólarnir eru mjög fjölbreyttir sem betur fer og þá er þetta vænsti kostur eins og í tilfelli í Varmárskóla að þeir sitji báðir skólaráðsfundina og það hefur komið fram álit frá okkur vitarar fólki í þessum málum að þetta sé í lagi. Takk, Kosti. Já. Sveinn Norðbæraði með afturlórið, gjörðu svo vel, Sveinn. Forseti, ég þakka formanni fræðslunefndar fyrir yfirlitið. Ef að það er til svör sem staðfesta það frá ráðuneyti að það sé einhver möguleika því að það sitji 2 skólastjórar, þá þurfum við að fá það upp á borðið. Það þarf að birta það, en ég hef ekki séð slíkt. Lög um grunnskóla eru bara eins og lög um sveitarstjórnir. Skólaráð er ekkert öðruvísi heldur en bara bæjarráð.
Og þó að við hefðum 2 bæjarstjóra, þá er ekki þannig sagt að báðir ættu að sitja fundi. Það er ekki þannig sagt. Það er mjög skýrt þetta kveðið í lögum skólaráðið. Og þetta er ekki einu sinni reglugerða ákveði. Þetta er lögbundið ákveði í lögunum sjálfum. Það sem sé, eins og sagt það er harðkóðað í lögin. Og þar stendur skal. Og ef að meirihluti fræðslunefndar getur skoðað þetta betur og fengið á þessa betri vitandi menn þetta sem vitnað var í áðan til þess að staðfesta þetta, þá þarf að koma með það. En ég bendi á það að það eru innleiðing á þessu lögum hefur tekið langan tíma. Nú, það er meðal annars tekið á þetta í skólaráði varðandi þessa skýrslu frá ráðherra sem hann afhenti Alþingi. Og það er verið að reyna að koma lögunum koma þessu þannig fyrir að þau virki eins og þau eiga að virka. Og þess vegna vekur það undrun að við skulum þá ekki bara fara að lögunum. Maður er ekkert endilega á móti því að fleiri setji fundi, en það sem skiptir máli með fundina, hvort að viðkomandi hafi mál og málfrelsi og atkvæðarétt og hvað hann hlutverki hann gegn. Ef það er ritari, þá er þetta tilnefna hann bara innan skólaráðs. Og ef þið geta skipt á og dreift kröftum sínum, og þá geta þið skipt á að sitja skólaráð sem skólastjórar. Því að það eiga að setja 9, ekki 10 fundina. Það bara stendur í lögunum sjálfum og þetta er ekki eitthvað sem að kemur ekki fyrir oftar en einu sinni í skólum, því að við sjáum að skólar að breyta þessu vegna ábendinga. Og það er líka atriði að hvaða valdajafnvægi á fundum almennt. Og ef að við erum að takast á það hérna hjá okkur, hvað margir áheyrnarfulltrúar eiga að sitja í nefnd. Til dæmis við erum að semja það við meirihlutann að fengjum áheyrnarfulltrúa. Þeir hafa ekki atkvæðarétt, málfrelsi og tillögurétt. Þess vegna segi ég myndi vilja sjá leiðréttingu á þessu ef það er ekki neitt opinberlega komið frá ráðuneytinu að þetta sé heimilt, það sé að víkja frá ákvæðum lagana í þessu. Málið er laust. Þriðja mál. Gjörðu svo vel, Valdimar. Takk fyrir. Svo bæjarfulltrúi Kolbrún nefndi hérna og tók fulltrúi sérlista undir bókun meirihluta varðandi þetta mál. Hún sá ekki ástæðu til þess að tefja það að það verði að þetta mál verði sent til skólaráðs, en það er rétti vettvangur og engin ástæðu til að tefja það. Hitt er svo annað, það er kannski sjálfsagt að athuga það hvort að það sé rétt að vera með báða skólastjóra inn á skólaráðsfundum. Það getur verið að það sé bara besta mál, og það sé betra að hafa þannig og annað, en lögin eru eins og kom hérna fram nokkuð skýr með þetta, en það getur verið að það er líka reglugerð sem að heimilar einhverju frávik, en það er ekki nefnt þetta atriði. Ég ætla að benda á eitt, ég heyrst að það hafi verið bent á þetta áðan, að skólaráð er heimilt að skipa ritara og ritarinn getur verið utan hús. Það er að segja, skólaráð er heimilt að fá ritara sem kemur utan. Þannig að annar skólastjórinn gæti verið ritari. Hvað það mætti gera á fundunum, veit ég ekki alveg, klárlega ekki greiða atkvæði. En ég veit ekki hvort hann hefur málfrelsi að ég held ekki. En þannig væri hægt að leysa þetta mál allan til skemmri tíma. Að báðir skólastjórar væri sitji fundi
skólaráðs. Takk. Kolbrún. Kolbrún. Já, forseti, mér langar til að taka undir máls undir þessu sama máli sem að ber reyndar heitið framvinduskýrsla Varmárskóla. Hún ber ekki heitið skólaráð. Ég ætla að byrja á því að nefna aðeins reglugerð skólaráð, númer 1157 síðan 2008. En í þeirri reglugerð kemur fram að hver skóli hefur ákveðið svigrúm, kannski eins og bæjarfulltrúi Valdimar var að nefna hér áðan, að þetta svigrúm sem að skólaráðin hafa. Ég spurði skólastjóra Varmárskóla sem sat á fundinum hvort það væri einhver átök inn í þessu skólaráði, hvort það væri virkilega, hvort það væri einhverja valdabaráttu. Ég skildi ekki alveg umræðuna hvað er verið að fara með þessu. Erum við ekki bara að ræða málin og komast að hverju samkomulagi? Í mínum huga þá stjórna skólastjórnendur skólanum. Þeir stjórna væntanlega, eða allavega annar þeirra, hann stjórna fundinum. Þannig að hvort að þetta sé einhver átakavettvangur, mér þykir það mjög, eins og hún sagði allavega, að svo var ekki. Þannig að það er mjög gott að það þurfi þá kannski ekki endilega að vera að eyða einhverju púðri í þetta, en ég get nánast fullvissað okkur það að við erum ekki að brjóta lögin af því að reglugerðin hún gefur þarna ákveðið svigrúm. En ég bend á það að málið heitir, sem sagt, málið ber heiti, þetta er sjálfsmatsskýrsla, já, hann heitir reynda bara Varmárskóli fræðslunefnd, heitir það málið, en þarna vorum við að ræða sjálfsmatsskýrsluna. Og það fór nú reyndar minnsta púðrið á fundinum í að ræða skýrsluna. En skýrslan fer fyrir skólaráðið og við náttúrulega kölluðum eftir þessari skýrslu og þessari framvindu skýrslu og við munum kalla eftir henni áfram. Og hún fer á vefinn og alla þá staði sem að fólk náttúrulega gerir ráð fyrir að hún eigi að birtast. Og þannig að ég var pínu svona hugsi og leiði yfir því að við skildum þá ekki fara eins betur og fólk skildi ekki spyrja meira þessa skýrslu. Vegna þess að það er búið að standa styrr Varmárskóla og það sem þar hefur gert, en umræðan á fundinum var þessi, 9 eða 10 skólaráðsmenn eða fólk. Það virtist enginn þurfa að ræða neitt frekar skýrsluna. Þannig að, en hér liggur skýrslan fyrir og ef einhver vill spyrja eitthvað hana, skólastjóri fór mjög ítarlega í hana og sagði okkur frá þeim úrbótum og umbótum sem að framundan eru og þegar að vinnufriður fæst í Varmárskóla sem að ég gerir nú ráð fyrir að fara að fást fljótlega og skólastjórnendur geti farið að einbeita sér að þeirra verkefnum, að þá fáum við jafnvel betri skýrslu næst fyrir árið 2019. En þannig margt áhugavert að sjá og í þessari skýrslu, þannig að endilega ef þið hafið eitthvað spurningar úr henni þá megið þið koma með þær. Nú, það kveður sig engin frekar hljóðs þetta mál. Vilja bæjarfulltrúar ræða eitthvað fleira þarna, það voru 3 mál. Kom, þú er orðið. Kannski bara örstuttum. Forseti, mér langar bara aðeins að nefna mál númer 2 held ég hafi verið, sem voru skóladagatölin, sem eru nú alltaf til umræðu og við eins og áður að þá munu vetrarfríin í Mosfellsbæ skiptast á 2 daga fyrir jól og 2 daga eftir jól. Það hefði verið svona gefist best og ég tek fram að skóladagatölin sem voru lögð fyrir fræðslunefndina núna síðast eru samþykkt inn í skólanum, þannig að það er búið að leggja blessun sína yfir starfsfólk og þeir sem að því koma þessi verkefni hafa lagt blessun sína yfir verkefni áður en að kemur hingað til okkar til samþykktar og vetrarleyfin eftir áramót 19-20 verða í 2. og 3. mars. Bara svona til ábendingar okkur, við höfum frekar flókið
skólaumhverfi, þar að segja að rammarnir okkar eru frekar flóknir. Við erum með 180 daga skóla og við erum með 200 daga skóla. Í nýja skólanum okkar eru bæði 180 daga skóli og 200 daga skóli. Þannig ég tek nú bara ofan fyrir því fólki sem kom að þessu verkefni að samræma þetta með þeim hætti sem var gert. Og að tekist að ná þessu, að negla þetta saman á þessum fjölda skóla sem að komu, sem að við eigum hér í þessum bæ, bæði leikskóla og grunnskóla. Hvað sem ég get bent á, umræðan var líka svo að það væri óskum að koma með dagatölin jafnvel til 2 ára. Svona helstu dagsetningar, skólasetning og svona þyngstu póstana, hvenær þið farið í jólafrí og annað slíkt, þannig að mér finnst, og það var tekið vel í það, þannig að við getum að skoða að það verði jafnvel gefin út skóladagatöl til 2 ára, jafnvel 3. En síðan náttúrulega hverju vori þá farið betur ofan í það hvenær starfsdagar eru og annað slíkt sem að fólk þarf að koma sér saman um. Þannig að endilega ef þið hafið einhverjar spurningar á skóladagatölin, ég fagna því að foreldrar eru farnir að gera athugasemdir við skóladagatölin og fylgjast vel með þeim. Fólk er farið að gera plön fyrir veturinn og kíkja á skóladagatölin til að ákveða hvenær á að fara í frí. Og það er kannski svona ákveðin ægi sem þarf að eiga sér stað líka inn í skólasamfélaginu, af því að ég hef heyrt í fleygt að foreldrar séu að taka börnin sín í kannski of löng frí á þeim tíma sem að fríin eru ekki. Og við þurfum svona að fara að beita okkur kannski aga við Íslendingar í þessum málum. Og það á kannski líka við fleiri innan skólakerfisins hvernig við svona skóladaga til þess gert að við búum okkur til svona ákveðnar áætlanir fyrir veturinn. Þannig að mér finnst þetta bara það er ýmislegt sem verður á dagskrá og ég held að þetta lítur bara ljómandi vel út hjá okkur. Þannig að ef þið hafið einhverjar spurningar þá má ég endilega spyrja. Okkar. Skóladagatöl 2019-2020, mál 2. Já, forseti. Þegar ég satt í skólaráði Varmárskóla þá var það stórt atriði að ná dagatölunum saman. Þetta er mikið og góð vinna og gott að fá þetta og vel að þessu staðið vegna þess að og þetta sé nú bara eitthvað Excel-skjal þá er alveg rosaleg vinna að bak við þetta. Þannig að það er bara glæsilegt hvernig þetta liggur vel fyrir foreldrum en það sem kom fram hérna varðandi að ná þessu lengra, það er það ennþá betra og er alveg frábært að geta náð þeim árangri að vera með svona innsýn inn í 2 ár. Nú er þetta þannig að fólk er undirbúa sig og fyrir frí og líka áætlanirnar eru hjá mörgum bara til 2 ára hneinlega. Þannig að það eru fjöldi fólk sem að skipulegg sig vel fram í tíman. En já, ég vil þakka fyrir þessa vinnu að hálfu skólana og bara frábært að þetta liggi svona vel fyrir fræðslunefnd og greinagott og skipulagt. Fleiri hafa nú ekki hvað til hljóðs þessa fundagerð. Þannig að við göngum þá til atkvæða fundagerð fræðslunefndar nr. 360, þeir sem samþykkja hana. Já, ætla að fá afbrigði varðandi liðin. Já, byttur við. Varðandi þriðja liðin. Sérstaklega atkvæði, já. Þá gerum við það er semst umræðu lokið fundagerðina að við göngum til atkvæða þriðja liðið, það er óskað til því. Og þeir sem samþykkja málið eins og var afgreitt í fræðslunefnd, þær eru búin að rétta upp hönd. Er einhver á móti? Það eru 7 atkvæði og 1 á móti og 1 situr hjá. Það er niðurstaðan. Já, bara þetta er mál. Afgreiðslu og óskað til því og 7 samþykkir afgreiðslu fræðslunefndar, 1 aðgreiddi atkvæði á móti og 1 satt hjá. Og það er að færa það til bókar. Þá greiðum við afturakvæði hinn málin 2 og þeir sem samþykkja fundagerðirnar mínus þriðja málið, það eru 9 hendur og Kolbrún, hún er samþykkt. Það er þess að fyrsta og annað mál.
þá erum við komin í skipulagið. Það eru 2 fundargerðir frá skipulagsnefnd eins og kynnt var hér í upphafi. Við tökum fyrst fundargerð frá 15. mars frá skipulagsnefnd Mosfellsbæjar, hafa fundið um 480. Það slæðist þannig að mál frá 9 til 13 sýnist mér var frestað og það var meinast að funda í gær. Þannig að fyrst ræðum við fundargerð skipulagsnefndar, það er að segja þau mál sem voru afgreitt á þeim fundi. Var við afgreitt á fundinum? Deiliskipið við Hamraborg því var frestað á fyrri fundinum og tekið hér seinna daginn eftir. Það er ekki alveg örugglega rétt hjá mér. Það er rétt. Já. Þannig að 9. mál er ekki afgreitt, ekki rætt hér, en orðið um 1. til 8. mál, fundargerð skipulagsnefndar frá 15. mars. Það kveður sem ekki hljóðs, þá göngum við til atkvæða þessa fundargerð, en svo hún liggur fyrir, það er reyndar eitt bæjarfulltrúi. Hérna við greiðum atkvæði hér og Sveinn Óskar, sittum við á eða? Já, við skulum aðeins bara taka úr síma í þetta. Búið. Þá erum við allir tilbúin til atkvæðagreiðslu og þeir sem samþykkja fundargerð skipulagsnefndar nr. 480 samþykkt með 9 atkvæðum. Þetta var fyrsta þess í skipulagsnefndinni, svo var fundur hér í gær síðdegis og það er fundur í skipulagsnefnd Mosfellsbæjar nr. 481 og þar voru 6 mál á dagskrá og ég gef orðalaust það. Þá fundargerð og Anna Sigríður hefur beðið mál, gjörðu svo vel Anna Sigríður. Forseti, er ekki rétt nú, það er ekki búið að setja fundargerð inn þarna undir hana, það er hann ekki bara... Jú, af hverju finn ég hann ekki? En ég held að auðvitað við rétt málsnúmer, sko, ég held að... Já. Það er hans að lokka mér hérna aftur, þess að geta... Hvað er það upplýðandi? Það er lust. Jú, ég er bara ekkert endurast þetta sem ég opnaði á hana. Þetta sem sé fundi 481 er ekki rétt. Jú, 19. mars. Já, og ég er að koma hér upp undir máli nr. 3. Samkomulag deiliskipulag við Hamraborg. Það er það, málið sem sagt hérna það það að ræða samningur hefur verið gerður við lóðarleigu hafa Hamraborgar, lóðar við miðbæ Mosfellsbæjar, deiliskipulagningu lóðarinnar og samkomulag að þeir aðilar sem eru handhafar lóðarleigu samningsins í dag fái í sinn hlut 7 einbýlishúsalóðir. Þar af ein sem þegar stendur hús á, sem einhvers konar endurgjald fyrir það að lóðin renni til bæjarins og lóðarleigu samningur verði felldur úr gildi. Samningurinn sjálfur er ekki umfjöllunarefni hér á þessum fundi, heldur ákvörðun að fara í deiliskipulagsvinnu samkvæmt honum. Ég ætla samt, freista þess að fá leyfi forseta til þess að fara nokkrum orðum hann, þar sem þetta er fyrst og eina tækifæri sem ég hef inn á fundi bæjarstjórnar til þess að ræða akkúrat endanlega útgáfu samningsins. Takk. Ástæðan er svo að umræddur samningur hefur ekki komið til umræðu í bæjarstjórn né til staðfestingar nokkur staðar þar sem bæjarstjóra var falið að gera samninginn á grundvelli draga sem lágu fyrir á bæjarráðsfundi þann 1. nóvember síðastliðinn. Endanlegur samningur hefur því aldrei komið inn til bæjarráðs eða bæjarstjórnar áður. Það finnst mér ekki gott vinnulega út af fyrir sig og ég tel að eigin reglan eigi alltaf að vera sú að loka drög samninga liggi fyrir fundum bæjarráðs til samþykkis eða synjunar.
Þannig að bæjarráð sem tekur ákvörðun að fela embættismanni að ganga frá samningi sé alltaf með loka útgáfinu í höndunum. Á bæjarstjórnarfundi 14. nóvember bar fulltrúi Samfylkingar upp nokkrar spurningar og óskaði eftir rökstuddum svörum og lagði til að afgreiðslu málsins yrði frestað þá, en það var ekki orðið við þeirri ósk. Umræddri leigulóð var úthlutað í einu lagi til eins aðila árið 1973 til 50 ára. Á lóðinni eitt einbýlishús. Árið 1996 var lóðinni skipt upp í 3 hluta þegar dánarbúi upphaflegs lóðarleiguhafa var skipt. En undir þessum 3 lóðum liggur alltaf þessi sami lóðarleigusamningur. Þá gerist það að úr þessari einu lóð verða til 3 lóðir og samkvæmt fasteignayfirliti frá Þjóðskrá eru 2 lóðanna skilgreindar sem ræktunarlóðir. Ekki hafa neinar landbætur verið gerðar þar eða sjáanlegar einhverjar þær framkvæmdir sem aukið hafa verðmæti lóðarinnar í heild sinni eða valdið útgjöldum hjá þeim sem lóðar hafa. Nú samkvæmt þeim samningi sem samþykkt var í bæjarráði að heimila bæjarstjóra að ganga frá á grundvelli þeirra draga sem lágu þar fyrir að handhafar þessara 2 ræktunarlóða eiga að fá 2 einbýlishúsalóðir í sinn hlut hvor, líkt og eigandi stærsta hlutarins og einbýlishúsins. Ég verð að segja að mér finnst það vel í lagt, eða 7 lóðir alls, alltaf 800 fermetra hver þeirra á miðbæjarlóð. En lóðin í heild sinni 20.000 fermetrar og þá má kannski reikna út hversu stór hluti þetta með þá gatnagerð og þess aftar. Ég ekki með útreikning á því. Og reyndar verða náttúrulega greidd gatnagerðargjöld af þessu nýju húsum eins og sjálfsagt og rétt en þau verða undan þeim byggingarréttargjaldi með þeim rökum að byggingarréttargjaldi teljist greitt með því að núverandi lóðarleigusamningur lóðarhafa fellur niður. Samkvæmt samningnum mun Mosfellsbær vinna deiliskipulagssvæðisins í heild og nú er komin að hérna og ég bið forseti en ég varð að fá að koma þessu frá mér. Samkvæmt samningunum mun Mosfellsbær vinna deiliskipulag á svæðisins í heild og er áskilið að það megi ná til aðliggjandi svæða og það held ég sé bara gott mál. En 2/3 hlutar núverandi lóðarhafa þurfa að samþykkja deiliskipulagið. Deiliskipulag sem bærinn gerir á lóð í eigu bæjarins. Varnagli að vísu slegin að ef 2/3 lóðarhafa samþykja ekki deiliskipulagstillöguna, þá fallir samningurinn úr gildi. Núverandi leigulóðarhafar virðast þá standa jafnfætis skipulagsyfirvöldum bæjarins við gerð deiliskipulagsins og það finnst mér afar sérkennilegt. Og lóðarleiguhafar hafa nánast sjálfdæmi það þegar deiliskipulag liggur fyrir hvaða lóðir þeir velja úr þeir lóðum sem þarna verða. Það finnst mér sérstakt og vel í lagt. Þá hvergi að finna neinar hugmyndir það hvers konar hús eða fjöldi íbúða væri æskilegur á svæðinu. Og þá kem ég kannski að því að hendur skipulagsnefndar hafa verið bundnar fullmikið fyrirfram fyrir vinnuna við deiliskipulagið með þessum samningi. Og mín skoðun er sú að deiliskipulagið á þessari lóð í eigu bæjarins sem á besta stað og alveg við miðbæinn og líklega við legu borgarlínu í framtíðinni á að fara alfarið og einungis eftir hagsmunum bæjarins. Og ég ætla að leggja fram bókun við þetta mál og hún hljóðar svona. Bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar tekur undir bókun áheyrnarfulltrúa S-lista í skipulagsnefnd og hún birt þar í þeirri fundargerð og ítrekar mikilvægi þess að skipulagsnefndin hafi ekkert annað en hagsmuni Mosfellsbæjar í huga við deiliskipulagningu landsins þó sú deiliskipulagning þurfi á samþykki 2/3 hluta lóðarhafa að halda og þetta er eiginlega bara brýning til skipulagsnefndar að missa ekki sjónar á loka takmarkinu sem væntanlega vel skipulögð byggð í miðbæ Mosfellsbæjar. Já, það tekum við við, þú varst á undan 17 skall. Gjör svo vel.
taka undir málflutning fulltrúa S-lista sem hér var undan og árétta einnig bókun fulltrúa Miðflokksins á þessum sama dagskrárlið sem þá fundur skipulagsnefndar, dagskrárliður númer 3. Bókunin hljóðar svo með leyfi forseta. Bókun fulltrúa M-lista. Það skoðun fulltrúa Miðflokksins að enn sé ómörgum spurningum ósvarað til þess að hægt sé að taka afstöðu til málsins. Þetta kannski kjarni málsins að það liggja ekki nægilega fullnægjandi gögn fyrir nú þegar og mun ég áska eftir því, forseti, að þessi liður tekinn sérstaklega til atkvæðagreiðslu. Haraldur Sverrisson, gjörðu vel. Ég er knúinn til þess að koma hér upp og bregðast við þessum, ég vil bara kalla ábendingum. Þetta tiltekna mál sem deiliskipulag eða samningurinn deiliskipulag við Hamraborg. Ég vil kannski byrja á því að fagna því að þetta mál sé komið á þennan stað þar sem það er. Það er búið að gera nokkrar tilraunir við það í gegnum árin. Þetta svæði er hluti af miðbæjarsvæði bæjarins og er í aðalskipulagi sem miðbæjarsvæði og íbúabyggð. En á því er eitt hús eins og fram hefur komið. Bara svo að það sé á hreinu að og okkur bæjarstjóri lauk þessu máli með því að ganga frá og skrifa undir þetta tiltekna samkomulag. Það er bara einfaldlega vegna þess að honum var falið það á bæjarráðsfundi. Í bókun bæjarráðs stendur samþykkt með 3 atkvæðum, mótatkvæðalaust, að fela bæjarstjóra að klára og undirrita samkomulag á grunni þeirra draga sem fyrir liggja. Ég sagði það. Þannig er bókunin. Og ég verði að segja það að þrátt fyrir það að bæjarstjóri sé sá sem hér talar, hann reynir yfirleitt að gera það sem að bæjar og félögum að gera. Og það var það sem var gert. Athugasemdir frá bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar sýnist mér snúa því að það eru lítilsháttar breytingar á samkomulaginu frá því sem það hafa lagt fram í drögum í bæjarráði og þar til það var undirritað. Þær breytingar voru tvíþættar, annars voru einhverjar stafsetningarvillur eða málsfarsvillur í textanum sem voru lagaðar. Ein efnisleg breyting var og hún var svo að í þeim drögum sem lögð var fyrir bæjarráð var ákvæðum það ef einhver af þessum 3 lóðarlegu höfum sem þarna eru til grundvallar eru gjaldþrota, þá skyldu þessar 2 lóðir sem honum tilheyrðu og eða þá 3 með húsinu sem viðkomandi á, sem þarna býr, renna til bæjarins. Sú breyting var gerð að ef svo skyldi fara einhver af þessum 3 eru gjaldþrota, að þá myndi þessar lóðir sem tilheyrðu þá þeim hlutanum verða að renna til hinna 2 sem eftir stæðu og að vera ekki gjaldþrota. Þannig að það var efnislega breytingin. Ég efast um að nokkur geti gert athugasemdir við þessa tilteknu breytingu, en mér finnst álíklegt. Þetta er nú sanngirnismál. En þannig var síðan samningurinn kláraður. Hann var ræddur hér töluvert ítarlega, þessi drög, og þetta er breytingin, með þeirri samþykkt sem var gerð í bæjarráði. Það kom engin tillaga að breyta henni öðru sem það að fresta málinu, einhverjum öðrum ástæðum. En hann var ræddur, þannig að það hefði þá verið að ræða hann hér í annars skiptið. Bara vekja athygli á því, forseti. Þar sem sú umræða byrjuð, þá vil ég nú fá tækifæri til þess að bregðast við því sem hér hefur verið sagt. Ég held að sé rétt að það komi fram, eins og reyndar kom fram hjá bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar, að þarna er að ræða samning sem gerður var við Otto Ólafsson á sínum tíma, leigusamningur til 50 ára. Og hann rennur út eftir það bil 5 ár.
Ég hef heyrt það og heyrði það umræðinni skipulagsnefnd og hefði verið á þann hátt að það hefði verið eðlilegra að láta hennar samning renna út og að bærinn tæki þá til sín þessar lóðir og leysti til sín eða keypti það húsegn sem að viðkomandi býr í á Hamraborg og hæfi deiliskipulag á þeim grunni. Ég myndi svona nánast kalla svona aðferðir ofbeldi. Það eru kannski 3 leiðir þegar að svona stendur á, þegar lóðarlegu samningar eru að renna út vegna tíma. Það er að endurnýja þá með þá einhverjum hugsanlega breyttum skilyrðum eða breyttum árafjölda og það er nú sú leið sem að nánast alltaf er farin þegar að lóðarlegu samningar renna út. Það er líka hægt að gera ekki neitt en þá breytast viðkomandi lóðarlegu samningar í ótímabundna samninga og áfram þá greiddar lóðarlegu greiðslur eins og samningurinn sé til staðar. Nú svo er hægt að gera þetta að bara láta renna út og taka til sín eignirnar og það held ég að væri nú ekki svona í anda gilda Mosfellsbæjar að gera og er ekki tíðkað og myndi örugglega valda heilmiklum glundroða að slíkt væri gert. Þannig að við sjálfsagt sem hér búum erum langt flest á leigulóð og að bærinn ákveður nú þegar sá lóðarlegu samningur inn út að þá myndi bærinn taka til sín lóðina og kaupa upp eignina og byggja blokk eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég bara ekki viss að það eru örugglega málaferli í kringum slíka ákvörðun og það geti bara meira að segja haft eitthvað skaða á fasteignamarkaðnum ef við förum að stunda slíkar aðfarir að fólk var ekki tryggt með sína lóðarleigusamninga. Og ég mæli ekki með því. Þannig að í mínum huga hefði það aldrei verið kostur eða option eða möguleiki eða valkostur er kannski rétt orðið að bíða þangað til lóðarlegur samningur væri útrunnin, taka til því lóðina, selja á hana viðkomandi húsið og standa í öllu því brasi og vesinni og sem því fylgir. Ég sem bæjarstjóri gæti aldrei staðið að slíkum gjörningum. Þannig að skynsamlegasta leiðin og eina rétta leiðin að mínum er að semja við viðkomandi lóðarlegu hafa svona hluti. Ef að bærinn og annað borð hefur áhuga á því að skipuleggja land eða skipuleggja þetta svæði fyrir frekar íbúðabyggð og bærinn hefur áhuga á því, hann hefur markað stefnu það í aðalskipulagi. Þannig að þarna skuli vera íbúðabyggð á miðbæjarsvæði og það eru byggð sitthvoru megin við þessa tilteknu lóð og heilmikil uppbygging í gangi í miðbænum og þetta er bara í mínum huga hluti af því tiltekna verkefni. Þannig að þetta er svona, svo geta menn talað það þarna sé of mikil verðmæti lögð að hendi til þessara tilteknu aðila. Ég er ekki sammála því. Ég held að það er svo erfitt að tala það á opnum fundi en það er mín skoðun að þarna hafi bærinn gert góðan samning fyrir samfélagið Mosfellsbæ. Þarna geta sjálfsagt ef notaður eru svona bara almennar þéttleikartölur í aðalskipulagi verið einhvers staðar í kringum 40 íbúðir, eitthvað svoleiðis, 30, 40, 50, einhvers staðar því bíli, eftir hvað menn vilja. Samblanda fjölbýli og sérbýli. Og síðan er svo sem hægt að fara í ennþá frekari þéttingu ef við svo sem að horfa til þeirra uppbyggingar sem er nákvæmlega núna í gangi í miðbænum. Ég er ekki kannski viss það að það hefur verið niðurstaða skipulagsnefndar. Þetta er svona að þarf að harmonera dálítið við þá byggð sem fyrir er og ekki óeðlilegt að það verði fjölbýli á efri parti lóðarinnar sem snýr út að Langatanga og að Ólís
stöðinni, svo verði þá dreifðar í byggð og sérbýlausa byggð í svona meira neðri partinu þar sem að hún tengist þá saman við þá byggð sem fyrir er. En það ljóst að það verða þarna til töluvert mikil verðmæti fyrir bæinn í formi íbúða og að það að lóðarhafar hvor sig þessi þrír fái 2 lóðir í sinn hlut fyrir að aflétta lóðarleigusamningi sem að jú rennur út eftir 5 ár en siðferðislega held ég ekki hægt að rífa til sín með hætti. Þannig að það finnst mér í sjálfu sér ekki hátt afgjald og þeir greiða, eins og reyndar kom fram í máli bæjarfulltrúans, greiða gjöld af þeirri lóð. Bærinn hefur verið að selja byggingarétt í miðbænum á íbúð fyrir 1,2 milljónir. Þannig að ef sú tala er notuð þá er þetta 6 sinnum 1,2 milljónir sem er verið að greiða fyrir það að aflýsa þessum samningi og heimila bænum að fara í deiliskipulagsvinnu. Svo má hinn bóginn kannski fara einhver rök fyrir því að selja þessar lóðir á frjálsum markaði en það er líka hægt að selja allar lóðir á frjálsum markaði sem að bærinn úthlutar með þessu byggingaréttar ákvæðum. Og sjálfsagt ganga lóðu kaupum og sölum einhverju verður sem við svo sem stjórnum eitthvað. Við þurfum að horfa á því samhengi hvað bærinn hefði hugsanlega úthlutað eða selt þessar lóðir á. Þannig frá mínum bæjardyrum séð þetta hagfelldur samningur fyrir bæinn. Ég hef nú komið á nokkrum samningum, nokkrum mörgum samningum fyrir bæinn og ég er ánægður með þannig. Ég held að það sé líka, og það held ég líka svolítið einkenni samningar sem eru góðir, að ég held að þeir sem lóðareigu hafa séu líka ánægðir með. Og það er gott ef að báðir aðilar geta gengið frá borðið þannig að málin séu leyst í sátt og samlyndi báðum aðilum til hagsbóta. Og það er engin vaf á því, og allir sem að vilja skoða málin með þeim glíðarögum, þetta er mjög mikið hagsmunamál fyrir bæinn. Þannig að ég get staðið á hvaða kassa sem er og talað þennan samning sem hagfelldan fyrir bæinn og reyndar samfélagi og þá líka sem að eru þarna lóðarhafar. Hvað var það síðan skipulagið að þá er skipulagsvaldið að sjálfsögðu Mosfellsbæjar en það er ákvæðið samningnum að skipulag á þessum tilteknu svæði þurfi þetta tiltekna samþykki sem að að rætt í samningnum og mínum að þetta er það mjög eðlilegu hlutur þar sem verið að skipuleggja land á lóð sem að þeir hafa lóðarlegu réttindi á og stendur á hús sem að einn af lóðarlegu réttindahöfunum á líka. En það er líka mjög mikilvægt að menn átti sig á því að í samningnum er sérstaklega kveðið á það að ef að ekki næst samkomulag aðila þá er þessi samningur í raun og veru orðin að engu. En bærinn getur haldið og mun þá halda áfram sinni skipulagsvinnu, deiliskipulagsvinnu nákvæmlega sínum forsendum eins og hann vill hafa það. Þannig að hann hefur þetta alltaf í hendi sér, hvernig þetta skipulag endar. Og hins vegar það fer þannig að lóðarlegu hafar vilji ekki það skipulag sem að skipulagsnefnd telur skynsamlegast fyrir þetta svæði. Þá getur það stoppað það, þá getur lóðarlegu samningurinn úr gildi runnin í þessi 5 ár. En þá er líka allt öll siðferðileg staða í málinu. Þá er orðin siðferðileg staða fyrir bæinn að gera það að leysa til þessar lóðir og að selja þetta hús. Þá er ekki samkomulagsgrundvöllur nýtingu þess samræmi við alskipulag. Þannig að í mínum huga er þetta góður samningur, hann er sanngjarn, hann horfir til þess að þarna eru áratugalöng réttindi sem fólk hefur haft og var reyndar úthlutað eða gerði þessi samningur við Otto Ólafsson heitinn sérstaklega í því ljósi að hann hefði unnið gott starf fyrir Mosfellsbæ eða Mosfellssveitina og það greinilega tíðkuðust einhvers konar
svona verðlaun eða slíkt. Þannig var það er nú held ég ekki gert í dag en það var gert þá. Vegna þess að þessi maður, Oddur Ólafsson heitir, þótti að hafa unnið mikið samfélagslega og góð samfélagslega verkefni fyrir Mosfellssveitina. Og þannig að ég er alveg gjörsamlega algjörlega 150% sannfærður um það að hér er gott mál að ræða fyrir Mosfellsbæ, fyrir íbúana og líka íbúa í lóðalegu hafa sem þarna eiga hlutamáli. Já, það er tveiri mann skráð, það er Sveinn Óskar og síðan annars yfir, gjörðu það vel, Sveinn Óskar. Forseti, það er rétt sem kom fram hérna og það er skjalfest að sá sem hér stendur greiddi atkvæði með drögunum sem eru nú undirrituð og það er líka rétt að ástæða fyrir því að samþykkja slíkt er að það sé fylgt eftir þeim atriðum sem að bæjarstjórinn nefndi hérna í samningum. Það er að önnur greinin fjallar breytingu á deiliskipulagi. Það er mjög ítarleg ákvæði það að eins og nefnt var hérna áðan að það er bærinn sem er við stýrið varðandi skipulagsmálin. Og bara til þess að undirstrika bókunina sem ég nefndi áðan, forseti, hjá M-lista, þá hefur verið að minnast á að það vantaði meira upplýsingum. Og til þess að undirstrika bókun frá áheyrnarfulltrúa S-lista í sama máli, þá kemur fram betur við farið að skipulagsnefnd hefði fyrst, með leyfi forseta, betur hefði farið á því að skipulagsnefnd hefði fyrst mótað sína stefnu varðandi skipulag Hamraborgarsvæðisins og þá kvóta ég ekki í allan texta. Nú, í annarri grein samningsins sem bæjarstjóra var falið að undirrita segir meðal annars aðilar eru sammála að Mosfellsbær, með leyfi forseta aðilar eru sammála að Mosfellsbær framkvæmi nauðsynlegar breytingar á eða deiliskipulagi sem að útbúi nýtt deiliskipulag þar sem ekkert er í gildi fyrir sem taki til allra framangreindra lóða. Mosfellsbæ er heimilt en ekki skylt án samráðs við lóðhafa að láta nýtt deiliskipulag ná til nærliggjandi lóða. Þannig að þetta fer alveg saman þær ábendingar sem fulltrúar minnihlutans er að nefna í þessu efni. Það er ósk það að við erum að tala ekki samninginn sem slíkan, við erum að tala þá ákvæðið í samningnum varðandi skipulagsmál. Og það er verið að taka málið til úrlausna innan nefndarinnar í samræmi við það að það þurfi að skipulegja upp á nýtt. Og þar er það sem að þarf að vanda betur í mínum mati og ég tel að þetta ákvæði, þá fleiri málsgreinar í annarri greininni, eru mjög skýr hvað varðar það að Mosfellsbær, eins og reyndar bæjarstjóri benti á hérna áðan, er við stýrið. Þess vegna er ekkert að því að fulltrúar minnihlutans í nefndinni, áheyrnarfulltrúar og aðrir, aðalfulltrúar, aðalmenn í nefnd, óski eftir því að fá frekari upplýsingar. Og þar stendur hnífurinn í kúnni. Heildarsýn svæðisins þarf að liggja nefndarmönnum vel fyrir. Þeir þurfa að sjá hvert stefnir í varðandi heildarnýtingu. Við þekkjum málefni varðandi önnur slík verkefni þar sem að bærinn hefur þurft að taka meira háttar gatnaframkvæmdir að sér sem að hafa skapað kostnað og við erum að sjá fyrir endan á öllu skipulaginu og kostnaði sem hafa þessu hlýst. Ég árétta það hérna að
það er þess vegna, út af upplýsingaöfluninni og skýrleika málsins, og þá mun ég greiða atkvæði gegn því. En ég greiði ekki atkvæði gegn samningnum. Ég er ekki að greiða atkvæði gegn samningnum. Ég er ekkert ósáttur við það í þessu efni og mun styðja það að þetta fólk sem að þarna bjó og afkomendur þeirra, þau fái að nýta þetta landsvæði með einhverjum hætti. En þá stendur eftir skipulagsmál. Mér finnst þar liggja aðalmálið. Það er það, þessi heildarsýn liggi betur fyrir og stefna gagnvart svæðinu, varðandi svæðið sé skýrari. Og við tökum þetta bara aftur fyrir með betri gögnum, meiri upplýsingum og skýrari skilaboðum frá bæjarstjóra og í raun og veru stjórn bæjarins og skipulagsyfirvöldum hér sem óskaðir eftir af hálfu nefndarinnar. Þannig að mér finnst það ekkert óeðlilegt. Við eigum ekki að vera með að vaða með máli í gegn með offensi. Ég held að allir vilji vinna þetta vel. Ég held að starfsmenn sé að reyna að vinna þetta vel. En ef að kjörnu fulltrúar óska eftir betri vinnu, þá bara fara eftir því og reyna að sinna því. Þess vegna greiði ég atkvæði gegn því að þessari afgreiðslu hér á eftir. En ég undirstrika það. Ég stend við bak við það sem að ég samþykkti á sínum tíma, þetta er drög, en í drögunum felst einmitt það þarf að vanda til verka í skipulagsmálum. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Þú sest á mæðiskó. Já, er alveg að koma? Forseti, við komum aðeins og bregðast við innleggi bæjarstjórans. Ég veit ekki hvort hann bara var ekki að hlusta á það sem ég sagði, en mjög snemma í mínu innleggi þá nefndi ég það að bæjarstjóra hefði verið falið að gera þennan samning á bæjarráðinu. Það kom mjög skýrt fram í mínu máli. En ég var dálítið hissa að hans getur byrjað sitt innlegg á því að fara það mörgum mál. Það er alveg skýrt bæjarráð samþykkti það og fela honum þetta. En mín skoðun er bara sú, og ég stendi hana, að þegar bæjarráð sendir embættismenn út af verkinni til þess að gera samninga, þá á bæjarráð, nema í algjörum undantekningartilfellum sem að hugsanlega geta einhverju verið, að vera með loka draugasamningi. Það er bara mín skoðun. Og ég vona að bæjarstjóri hafi heyrt í mig núna því ég sagði ég veit að honum var falið að gera þetta. Og svo er ég bara ánægð með, hann skur ánægð með sitt unnið verk, það er bara gott. En það er ein athugasemd sem ég verð að gera, og það er, ég verður bara svo eiginlega gjalda varhug við því að bæjarstjóri komi hingað í pontu, hafi eftir einhverjar sagnir einhverja umræðu í nefnd sem hann sat ekki. Og það sem bæjarstjóri taldi hér upp áðan að hefði verið megin umræða í skipulagsnefnd að samningurinn láti renn út og bæri leyst eignina til sín, kannast áheyrnarfulltrúi Samfylkingar ekki við, og ég veit ekki með fulltrúa L-listans, hann getur þá bara svara því sjálfur hvort að hann minnist umræðina þannig, en það er bara almennt þannig að við eigum ekki að vera að koma hér í pontu og segja hvað einhverju aðri sögðu einhvers staðar annars staðar, sérstaklega ekki við vorum ekki viðstödd sjálf. Þannig að þetta er bara svona reiðilestur dagsins varðandi þetta mál. Og ég ætla að segja í þriðja skipti, ég veit að bæjarstjóri var falið að gera þetta og ég hef aldrei efast það að hann hafi verið að sinna starfi eins og honum var falið. Það er akkúrat það sem hann gerði. Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel og Björn. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem undir sama máli. Deiliskipulag við Hamraborg. En ég kannski svara bæjarfulltrúa
Önnu Sigríði fyrst varðandi meginumræðu sem fór fram á þessu máli í nefndinni í gær, skipulagsnefnd, þar sem ég sitt sem formaður, að ég ætla ekki að hafa skoðun á því hvort að þeir sem að sitt ekki á fundum mega vitna í því sem að þeim hefur verið, það sem að þeim hefur verið fræddir á eftir fundi. Ég ætla ekki að hafa skoðun á því hér í pontu. Ég veit ekki þess að þetta sé í fyrsta skipti eða síðasta sem að þannig verið gert. En því skal haldið til haga að inn í þessari umræðu þegar við verið að ræða þetta mál, að þá kom það svo sannarlega fram að það hefði verið betra, jafnvel, að láta leigusamninginn renna út. Það var meira að segja getum það að það hefði verið farið hér upp í fasteignasölu hér á efri hæðum og fengið verðmat á húsinu sem stendur núna á lóðinni, og í að því að þetta væri allt og lágt, eins og reyndar bæjarfulltrúi og Anna Sigríður nefndi í sinni ræðu, að sér fyndist, hún nefndi þetta tvisvarsinnum, ef það er rétt haft eftir hjá mér, að sér fyndist allt og vel í lagt. Það eru auðvitað bara matsatriði, en þarna kom fram að þessum aðila áheyrnarfulltrúa S-lista fannst þetta að vera ein af þeim hugmyndum sem hefði getað verið miklu betri og þá fyrir bæinn, og það snýst þessu umræðu auðvitað. Við erum að fjalla hér hvort að það hefði verið sniður að gera það með þeim hætti eða hvort að þetta gangað að þessum samningi, og þriðji möguleikin hefði þá verið að eins og bæjarstjóri reifaði hér að gera ekki neitt. En þessi samningur liggur fyrir og bæjarstjóri var að fara eins og margar hefur komið fram hérna að ganga frá honum. En það var nefnilega þannig í skipulagsnefndinni í gær að þá var einmitt verið að fjalla samninginn, og það var mixaðist aðeins inn í umræðina vegna þess að það var talað það að það þyrfti að liggja fyrir betri upplýsingar varðandi þennan samning, gamlir lóðarleigusamningar og annað slíkt sem að kannski átti ekki alveg heima í nefndina að mínu mati, vegna þess að það sem okkur var falið í skipulagsnefnd var það að gefa út heimild til þess að setja af stað deiliskipulagsvinnu fyrir þetta svæði, byggða á þeim samningi sem að fyrir liggur. Og það er akkurat það sem að við eigum að gera sem fagnefnd, og við samþykktum það. Síðan er hitt atriði hvort að fólk er sammála því að þetta sé ekki góður samningur, eins og klárlega áheyrnarfulltrúi S-lista var ekki sammála. Honum fannst þetta ekki góður samningur, honum fannst bærinn vera jafnvel að semja af sér og bærinn var að láta á mikið af hendi. Það er bara allt annar handleikur. Það var ekki okkar að fjalla það þarna. Það var búið að samþykkja þetta án mótatkvæða í bæjarráði. Það var búið að samþykkja þetta í bæjarstjórn, og þá var komið að næsta máli sem var fyrir skipulagsnefnd að einmitt setja af stað þessa fyrstu vinnu í varðandi deiliskipulag. Varðandi það, eins og ég held að ég hafi skilið Svein Óskar, bæjarfulltrúa M-listans rétt, að það hefur þetta liggja fyrir mögulegt skipulagsferli eða svona einhver lýsing eða eitthvað áður en að við myndum fara á stað, held ég að ganga frá samningnum, og þá held ég að það sé mjög slæmt vegna þess að þá held ég að við erum búin að semja af okkur ef að við ætlum að fara að vera búin að ganga frá skipulagsferlinu áður en að samningur eru undirritaður. En ég vil ekki áherslu á það, eins og reyndar og tek ágætlega þeirri brýningu frá bæjarfulltrúa Önnu Sigríði til skipulagsnefndar að gæta sjálfsögða hagsmunum bæjarins í hvívetna í þessu máli, og ég skal lofa því að ég mun gera það eins og í öllum öðrum málum sem að koma fyrir skipulagsnefnd, og við munum fá þessa vinnu í gang núna, og síðan kemur eitthvað skipulag, tillögur að skipulagi sem að sjálfsögðu eftir að koma fyrir skipulagsnefnd og vera samþykkt þar sem og hér á þessum vettvangi, og það verður bara komið ljós hvernig það verður. En ég ítreka það sem kom fram hér hjá Haraldi og einnig í mínu máli á skipulagsfundinum í gær, að við erum ekki skipulagsnefnd eða Mosfellsbær að afsala sér með einum hætti eða binda okkur varðandi skipulagsferilinn, vegna þess að okkar er skipulagsvaldið, og ef að þeir samþykki ekki það skipulag sem við munum leggja fyrir, sem að verður vonandi á þann hátt að allir verði sátti við það að sjálfsögðu,
að þá hefur bærinn öll tögl og haldir hvað það varðar. Takk fyrir. Nú, það hefur enginn beðið orðið þetta mál, en fyrirgeðu, Stefán Ómar. Ræðum áfram, þriðja málið, samkomulag deiliskipulag við Hamraborg, heitir það. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir þessu sama máli og hérna svona aðeins að bara reifa þetta stuttlega, þetta hér að skjælinu. Og það hefur margt verið látið falla þetta mál hérna og hvernig þetta allt saman vaxið og svo framvegis. Meðal annars verið nefnt hérna að þetta hafi á sínum tíma verið verðlaun til odds fyrir velunnin störf og ekki ætla ég að draga það í efa að það kunni hafa spilað inn í á þeim tíma, en það þarf náttúrulega ekki sjálfkrafa að merkja að afkomendurnir séu verðlaunaðir áfram. Og það var nú líka nefnt hérna að ef að samningur rennur út og þetta yrði tekið, þá væri það einhvers konar yfirgangur gegn leigutakanum, en hérna það held ég að sé nú ekki rétt vegna þess að í leigusamningnum sjálfum stendur með leyfi forseta: ef leigusali vill ekki að leigutíma loknum leyfa leigutaka með nýjum leigusamningi að láta hús sem þá standa á lóðinni standa áfram, er leigusala heimilt að greiða leigutaka sannvirði hús eða húsa eða mannvirkja eftir mati dómkvaddra manna. Þetta eru bara hefðbundnar aðferðir við þetta og þetta hefur lóðar leigutakinn bara gengist undir á sínum tíma af fúsum og frjálsum vilja, þannig að ég get nú ekki kalla það að það sé óbilgirni eða yfirgangur við hann að neinu leyti. Þetta er bara val samningsaðila þegar samningurinn rennur út að hafa þennan hátt á til dæmis og það þarf í sjálfum sér ekkert að bera neitt kinnroða fyrir því. Nú það er líka eins og hefur reyndar komið hérna fram að það eru lóðar leiguhafar þarna að fá sem sagt, eru aðilar af þessu og eiga að fá þarna lóðir sem ekki eiga nein mannvirki á lóðinni eins og eitt þeirra. Þannig að það er öðruvísi með tvo þeirra. Nú ég tók undir bókun áheyrnarfulltrúa S-lista í skipulagsnefndinni og satt hjá vegna þess að svona bara almennt hugnast mér ekki þessi aðferð. Ég hefði kosið það og hefði óskað þess að þetta hefði bara farið fram með öðrum hætti. Sveitarfélagi á landið, sveitarfélagi getur deiliskipulagt það alveg eins og því sýnist og það annarkvort gengi til uppkaupa á eignunum eða samið niðurfellingu lóðaleigusamningsins eða látið hann renna út eins og samningurinn sjálfur segir til og farið sem sagt þá leið bara að greiða sannvirði eftir mati dómkvaddra matsmanna fyrir eignina sem á lóðinni stendur og þá ef það er einhver önnur réttindi sem kemur til greina. Mér hefði fundist þetta miklu hreinlegra og ég er búinn að vera lengi þessara skoðunar, mjög lengi, alveg frá 2005 allavega og það er þá bara hafið yfir allan vafa einhvers konar brask eða hygli. Þá er það bara mjög plain. Sveitarfélagi gengur í að deiliskipuleggja sitt eigið land og síðan hefur það bara fullt forræði á því hvernig málið heldur áfram. Nú menn hafa verið að kaupa upp lóðalegu réttindi á miðbæjarsvæðinu. Við þekkjum það öll. Það er ekkert langt síðan að það var gert og sá aðilar að byggja núna og fullu gengt krónunni. Og hann alltaf bara listi til síns þau réttindi sem þar voru og hann sá sér allavega hagið. Nú auðvitað veit ég ekkert hvernig þetta deiliskipulag kemur til með að líta út en
En ég spyr bara, sko, er það alveg fortakslaust útilokað að kraftmiklir byggingaraðilar hefðu áhuga að fara þá leið sem þar var farin, til dæmis. Og eins og ég segi, það bara miklu hreinlegra. Ég vildi bara aðeins gera grein fyrir því að hverju ég satt hjá, en það er hins vegar svo alveg rétt hjá sem kom hérna fram hjá formanni skipulagsnefndar, að akkurat per se fyrir nefndinni þarna í gær var bara til, í raun og veru andlagi var bara umfjöllun sko skipulagsmálin, en ekki þetta sem við höfum kannski verið að ræða núna á þessum fundi á fullu leyti, án athugasemdar, sko samningin sjálfan. En það var bara þetta forseti sem ég vildi koma. Takk fyrir það. Já. Haraldur, þú leiðum úr ríkjara svör. Já, forseti, ég vil nú eiginlega taka til máls aftur þetta mál. Til framhaldi af orðum bæjarfulltrúa Stefáns Ómars. Það er rétt fyrir Stefán Ómari að það er nákvæmlega svona ákvæði þessum tiltekna lóðarleigusamningi. Það sé að bærinn geti list til sín lóðina og fengið dómkvædda matsmenn til þess að meta eignirnar og lesa það til sín. En þannig er það í öllum lóðarleigusamningum bæjarins. Og ég veit ekki hvernig það yrði ef það yrði nú lenskana, því að lóðarleigusamningar okkar hérna við þetta borð rinni út að bærinn fari nú að leysa til sín þessar lóðir. Og kveðja til dómkvædda matsmenn til þess að koma okkur út úr húsinu. Ég bara trúi því ekki að það sé það sem það svo vinnuregla sem við viljum koma hér á. En þessi samningur er ekkert frábrugðinn öðrum samningum hvað það varðar. Þannig eru lóðarleigusamningar. En ég þekki ekkert sveitarfélag sem hefur farið í þá vegferð að gera það með þeim hætti. Ég man eftir einu tilviki þar sem að lóðarhafi í Skorradal, sem var einkaaðili, fór að reka þegar lóðarleigusamningar sumarbústaðar runnu út að koma þeim af lóðunum. Ég minnir að það var endað með því að það var einhverjum sem reyndi með sér að flytja sumarbústaðina og sína landshornana á milli með tilheyrandi vandræðum. En ég bara endurtek það sem ég sagði hér áðan, að ég get aldrei sem bæjarstjóri mælt með slíkum aðferðum gagnvart íbúum bæjarins, hvorki þessum né öðrum, að það sé það sem við eigum að gera. Og þess vegna sem að við eigum að gæta hagsmuna þeirra líka. Við erum hagsmunagæsluaðilar allra íbúa bæjarins, líka þessara íbúa. Við búa hér í okkar bæjarfélagi. Og þannig er það nú. Hvað var það hinn leiðina að við hefðum átt, eins og ég skildi Stefán Ómar, það hefur verið hreinlega að við færum á deiliskipulag leiðum þessa lóð og reyndum svo að upphefja það deiliskipulag með einhverjum hætti. Það er í mínum huga algjörlega arfa vitlaus leið. Hún eyðileggur fyrst alveg algjörlega samningsstöðu bæjarins. Hvað það varðar að ef við varum síðan búin að skipuleggja hér einhverjar 10 eða 100 íbúa þessari lóð, að það myndum nú vantarlega bæta samningsstöðu þeirra sem að eiga þá lóðarleiguréttindi á þessum tiltekna stað til þess að fá töluvert meiri greiðslur fyrir sín lóðarleiguréttindi heldur þeir hafa í dag. Þannig að ég get nú ekki séð að það sé betra, bara alls ekki, það er bara verra og líka það að ef þú deiliskipuleggur eitthvað inn á einhverju landi sem annar á innan gæsalappa, þetta er leigulóð, hann á hana þegar eiga hana þar til að sá samningur og gildi runnin. Mér finnst það ekki mjög snyrtileg leið. Þannig að ég bara stend við það sem ég sagði áðan, að mér finnst þetta sanngjörn, manneskjuleg leið sem að snýr að því hvernig við komum fram við okkar fólk, hvernig við leysum úr málum og þarna fá þessi lóðarleiguhafar einhverjar sanngirnisbætur fyrir sín réttindi sem þeir hafa haft í gegnum árin og bærinn hefur töflu og haldir hvað þetta mál varðar allt saman. Þannig að ég bara stend við það sem ég sagði hér áðan. Já.
Stefán Ómar hefur beðið orðið og gjör svo vel, Stefán Ómar. Forseti, ágættir bæjarfulltrúar. Ég held að bæjarfulltrúinn Haraldur Sverrisson hafi misskilið þetta eitthvað. Ég var ekki að boða það hér að við færum að taka einstakar 700-800 fermetra lóðir inn á þegar deiliskipulögðum svæðum til okkar með skipulögðum hætti þegar samningarnir inn út. Hann veit miklu betur, þeir hafa bara verið sjálfkrafa endurnýjaðir og gengið sem sagt bara áfram. En þetta er allt öðruvísi, þetta er 23.000 fermetra óskipulagt svæði. Og það er allt annað heldur en lóð hjá Jóni Jónssoni í næstu götu. Þannig að ég vil nú ekki jafna þessu saman með nokkrum hætti. Og ef að samningurinn rennur út og við leysum eignirnar til okkar eins og eftir ákvæðan samningsins og förum síðan og deiliskipuleggjum þetta, þá er það bara þannig og allt annað. En bara að það sé alveg klárt að ég var ekki að tala einstakar lóðir í götum sem eru á þegar deiliskipulögðum svæðum sem íbúðar húsalóðir. Mér finnst gilda allt annað þær. Já, ég lít svo á að umræðum þetta mál sé lokið. Þetta var mál nr. 3 og við greiðum atkvæði sérstaklega það. Það var mótatkvæði í skipulagsnefnd og eðlilegt að við greiðum sérstaklega atkvæði þetta og það er best að fá að ganga bara strax til þeirra atkvæðagreiðslu. Þannig að ég bið þá rétt hönd sem að staðfesta afgreiðslu meirihluta skipulagsnefndar frá því í gær. Þriðja mál, samkomulag deiliskipulag Hambraborg. Einhverjar spurningar eða, já. Það er atkvæðagreiðsla í gangi og það eru 5 meðmæltir þessari niðurstöðu. Þeir sem greiða atkvæði á móti eru beinir rétt hönd. Það er 1 á móti og þá 3 sem sitja hjá. Forseti. Já. Bara tryggja þessi fært til bókar að í tekund bókun fulltrúa S-lista sem kom fram áðan. Já. Já. Var hún Björg komin, Heiðar? Bókun, já. Það var bókun frá Hvað horfður það svona á? Já, því að tengja bókunna, sem sagt bæjarfulltrúi annars yfirlagi fram bókun og þú vilt þá láta koma fram í fundargerðinni, Stefán Ómar, að þú takir undir þá bókun. Hann getur svo allir gert það. Í raun og veru. Látum það eiga sig. Þetta er þá niðurstaðan og þá lítið svo á að þetta mál sé afgreitt. Þetta kvöldið, þetta var mál nr. 3 en þarna voru 6 mál á dagskrá. Þetta er fundargerð skipulagsnefndar frá í gær 19. mars, fundur nr. 481. Hvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða þar. Svo er ekki, þá er umræðum lokið og þá gangum við til atkvæða ágætu bæjarfulltrúar. Þeir eru beinir eftir hönd til bæjarfulltrúar sem samþykkja fundargerðina mínus 3. málið. Það er þegar afgreitt. Það er annars það eru þá 9 hendur á lofti, held ég, það er rétt. Og þá er bara umræðum lokið þessa fundargerð. Og þá er eingöngu eftir, það er næsta mál það sem heitir almennt erindi. Og það er kosnir í nefndir og ráð. Og það er eins og við þekkjum, það hefur verið búið að gera nýja samþykkt fyrir öldungaráðið og þannig ástæði fyrir því að það er nú ennþá tekið til starfa en nú er komið að því að tilnefna fulltrúa í öldungaráð og ég ætla nú bara að nota tækifæri að standa á fætur hérna og lesa upp nöfnin á þeim ágæta fólki sem mun skipa öldungaráðið. Þetta er ekki alveg tillögur, ekki? Já, það er tillögur, svo það sé nú alveg rétt orðað.
Það fyrsta lagi kemur formaður fjölskyldunefndar Rúnar Bragi Guðlaugsson, varamaður hans Kolbrún Ýr Oddgeirsdóttir, frá bæjarstjórn, þar ekki 2 fulltrúar, aðalfulltrúar í endográði, Svala Árnadóttir og varamaður Svölu Jóhanna B. Magnúsdóttir, varamaður Jónasar Kristín Sæunnar Sigurðardóttir. En ætlar ekki að kjósa Jónas eða? Kjósa? Þú last hann ekki? Þú lagst hann ekki. Og ég gert það fyrir þig. Nei. Ég leit svo að þannig á að ég myndi bara lesa öll nöfnin. Já, það last aldrei nafn Þú Jónasson. lagst aldrei nafn Jónasson og tala bara varamann Jónasson. Það er enginn hvað Jónasson það tala. Ég ætla nú ekki að sleppa því nafni. Það sem sagt lagt til að það verði Jónas Sigurðsson og varamaður Jónasar Kristín Sæunnar Sigurðardóttir. Þá er það komið. En síðan það samkvæmt skipulaginu 3 aðalfulltrúar frá FAMOS. Og þeir það lagt til að það verði Ingólfur Hrólfsson, formaður FAMOS, Kristbjörg Steingrímsdóttir og Úlfhildur Geirsdóttir. Varamenn þeirra 3. Það lagt til að það veri Margrét S. Ólafsdóttir, Snjólaug Sigurðardóttir og Halldór Sigurðsson. Og þá var eftir 1, þetta sem 7 manna nefnd samkvæmt skipulaginu, og síðasti fulltrúi sem kemur inn tilnefndur á heilsugæslunni og það Gríma Huld Blængsdóttir. En það hefur ekki verið tilnefndur varamaður hennar á heilsugæslunni, það verður að bíða betri tíma. En það best að greiða bara atkvæðið þessi nöfn, ef mann engar athugasemdir eða aðrar tillögur eins og það heitir, þá göngum við til atkvæða og þessi samþykkja það að þetta verði fulltrúar. Við höldum bara að Mosfellsbær bara í réttu hönd, það 9 hendur á lofti og við óskum þessu nýkjörna aldagaráði alls velferðnar. Og það getur þá hafið störf hérna sem fyrst, því að nú svona búið að leysa úr öllu, komið samþykkt og komið fólk í ráðið. Þetta var undir almenn erindi, kosningi nefndir og ráð. Þá koma hér aðrar fundargerðir hér í lokin, þær eru 6 talsins, þær eru eingöngu til kynningar eins og við þekkjum. Fyrst 2 frá byggingafulltrúanum. Það afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 358. Það var reynda bara 1 mál. Orðið lust það mál, þá fundargerð. Það kveðið sem ekki hljóðs, þá var sú fundargerð lögð fram. Og síðan kemur önnur fundargerð frá byggingafulltrúa. Það var fundargerð nr. 359, þar voru 3 mál á dagskrá, orðið laust. Þá fundargerð. Og kveðið sem ekki hljóðs hana, þá sú fundargerð lögð fram. Það var strætó, það var fundur í Mjóddinni, í stjórn strætó, byggðarsamlagi 20. febrúar síðastliðinn og Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið, Forseti, bæjarfulltrúar, hafa stutt hérna varðandi strætómál, það sem að ber hæst í strætó þessa dagana tilvonandi flutningur og hesthál, þar sem að strætó mun samina alla sína starfsemi og flytja þar niður á Mjódd. Reykjavíkurborg mun kaupa það húsnæði og síðan verið að ganga frá fargjaldastefnu þar sem faghópur mun fara í gang. Nokkur önnur stálmál sem ekkert endilega í þessari fundargerð sem lítur að nýju fargjaldakerfi og annað, en ég kem hérna upp aðeins að vekja athygli á þeirri stöðu sem upp komin varðandi akstursþjónustu fyrir fatlaða, sem að núverandi samningur rennur út næstkomandi áramót, og í farvatninu var samkomulag endurskoðun og endurnýjun á þeim samningi sem auðvitað mjög mikilvægt, og strætó hefur komið að þeim akstri eins og fólk þekkir, en nú eru þau tíðindi hér í síðustu viku að Hafnarfjörður
ákvað að segja sig frá eða hafa samþykkt í nefnd í Hafnarfirði að segja sig frá þessu samstarfi. Þannig að það talsvert upp í loft. Kópavogur var ekki með síðast og var búinn að gefa það út og þeir eru sennilega ekki með núna. Þannig að þetta kostnaður sem hefur hækkað gríðarlega á sveitarfélögin sem að hluta til kannski eðlilegt með að þjónustustigið var aukið mjög mikið. En þetta eitthvað sem skiptir auðvitað mjög miklu máli að sé í lagi og það verður athyglisvert að sjá hvað kemur út úr þessu núna í framhaldinu miðað við hvernig þetta að þróast. Það reyndar í gangi vinna ef ég þekki rétt og veit rétt það að það verður sest aftur yfir þetta og yfir þær áætlanir sem hafa verið gerðar varðandi mögulega að minnka kostnað við þetta og þá eftir að koma í ljós hvernig það fer. Rétt að nefna líka þó að það sé ekki þessari fundargerð að framundan eru eins og við þekkjum verkföll sem að munu koma mismunandi mikið við strætó. Það fyrir eftir hvort það eru verktakar eða hvort strætó sjálfur að keyra. En það búið að gera samning við Eflingu það að ferðaþjónusta fyrir fatlaða, þennan viðkvæmasta hóp. Hún verður undanþegin þessum verkfallsaðgerðum, þannig að þjónusta við fatlaða mun ekki skerðast í þeim verkföllum sem að vonandi mun ekki líta dagsins ljós en allt stefnir í að munum fara í gang til miður. Takk fyrir. Já, og Anna Silvíur, gjör svo vel. Fundargerð strætó. Það er bæjarfulltrúi Ásgeir fyrir þessa yfirferð. Ég vil bara nefna hann. Bæjarfulltrúinn kemur hér og segir að hafa gerið samningu við sveitarfélagið Eflingu að verkfallsaðgerðir sem að yfirvofandi eru en ekki samfélst nú vona að verða ekki af þeim. Hafi gerið samningur að það þá væntanlega milli strætó og Eflingar að verkfallið mun ekki hafa áhrif á ferðaþjónustu fatlaðra. Ég vil bara benda á að það var mjög þegar Efling byrjaði að ræða verkfallsaðgerðina þá kom það strax fram að þannig yrði það. Það yrði ekki ef verkföll hjá þessum aðilum yrði að ræða, þá myndi það ekki koma niður á ferðaþjónustu fatlaðra. Þannig ég held að sé pínu rangt að segja að þarna hafi strætó samið Eflingu vegna þess að Efling lýsti því strax yfir að þetta yrði þannig, að ferðaþjónusta fatlaðra yrði undanþegin. Ásgeir, ég beðum aftur núrið, gjör svo vel, Ásgeir. Forseti, bæjarfulltrúar, þakka Önnu Sigríði fyrir þessa ábendingu. Það var samt gerður samningur, það þarf að gera samning undanþáguna og ég var ekkert að hrósa strætó sérstaklega fyrir það og bara mjög vel gert hjá Eflingu að gefa þetta út strax en einhvað síður liggur fyrir samningur undanþágu eins og ég orðaði það. Þannig að ég veit ekki alveg hvort það þurfti að leiðrétta þetta með þessum hætti en það var gerður samningur að byggða þessum undanþágu og það skal þá koma hér skýrt fram að sá samningur var þá að frumkvæði Eflingar sem að ef að það skiptir svona rosalega miklu máli í þessu samhengi. Skiptir mjög miklu máli. Takk. Forseti, má koma aftur? Gjör svo vel. Forseti, ég ætla bara að segja já, mér finnst það skipta mjög miklu máli. Vegna þess að við erum að fara inn í mjög erfiðar aðgerðir og þá er eins gott að öllu sé haldið til haga, sé rétt og sagt frá öllu og þetta eru viðkvæmi tímar sem við erum að fara inn í. Ég misskildi bæjarfulltrúa Ásgeir í upphafi, ég er fegin núna að ég fékk hann upp í pontu aftur og það kom í ljós hvernig þetta var, en ég segi það aftur, það skiptir mjög miklu máli hvernig þetta bara. Já, það lít svo á að fundargerð strætó sé fullrætt, en þá það fundargerð frá hliðarsamlega Sorpu, féll fund nr. 404, 1. mars síðastliðinn, orðið laust, þá fundargerð. Þar voru 6 mál á dagskrá. Það kveður sig engin hljóðs það og já, ég er kannski rétt bara að standa upp hérna, af því ég satt þennan fund sem varamaður, bara rétt að segja að þessi mál, það var ársreikningur var þarna, það var nú eiginlega svona stærsta máli komið þarna gestir og kynntu það og síðan var það samþykkt þessi ársreikningur og með undirritun.
Þetta var Sorpa, en það er svona fyrir að stytta þjóðan endan hjá okkur, það eru 2 fundargerðir ennþá. Það er Samtök Sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, SSH. Þar var einvara lið, 1 oddviti úr Kjósinni, 1 borgarstjóri úr Reykjavík og svo 5 bæjarstjórar. 7 manna fundur og orðið laust. Stjórn SSH hélt fund í Hamraborg. Það voru nú 5 mál á dagskrá. Þessi engin hljóðs þá fundagerð. Þá var hún lögð fram. Þá fyrir maður skýri hérna. Því að í stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins hélt fund 12. mars síðastliðinn og ekki orðið laust hana á fundagerð. Það var haldinn í Borgatúni 14. Birki. Rúnar Bragi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Rúnar. Forseti, bæjarfulltrúar. Það er síðasta mál á dagskrá. Ég er hérna með 12 blaðsíðna skýrslu sem ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta. Það er verið að vera það stuttar blaðsíðurnar. Þetta er sjötta. Aðeins skrifast, en ég kem hérna undir skíðasvæðunum, kannski bara eina athugasemd fyrst að það eru í raun og veru engin fylgigögn eins og þið takið eftir. Og ég tók eftir, ég bara veitti ekki athygli fyrir bara ég kom á fundinn að það vantar öll fylgigögn nema það er bara fundargerðin. Mér langar aðeins að fara bara yfir en ef það er eitthvað sem þið viljið upplýsingar þá er ég hérna með gögn í hendinni og ég ætla aðeins að bara eftir það sem stendur í fundargerðinni þá var farið yfir til dæmis minnisblað stöðuna í fjöllunum núna í mars. Það var farið yfir hérna árið 2018, þess að uppgjörið fyrir 2018 og ásamt fleiri atriðum. Mér langaði að hérna bara rétta í að nokkrum hlutum. Aðsókn í Bláfjöll veturinn 2017-2018 voru 68.515 gestir. Í Skálafell voru 8.959. Það var opið í Bláfjöllum árið 2018 í 73 daga á móti 62 dögum árið á undan. Og í Skálafelli var opið í 16 daga á móti 8 dögum árið á undan 2017. Tekjurnar voru örlítið hærri. Við vorum með fjárfestingar fyrir árið 2018 sem lentu á sveitarfélögunum og þar á Mosfellsbæ. Heildar fjárfestingar árið 2018 voru 74 milljónir rétt rúmlega. Af því var hlutur Mosfellsbæjar 3,5 milljónir rétt rúmlega. Það er búið að borga fyrirfram greidd fjárfestingu fyrir árið 2019 að hluta. Það er búið að borga nú þegar 5,6 milljónir rétt rúmlega og þar af hlutur Mosfellsbæjar 476.000 eða 4,7%. Bara rétt til þess að heildartekjur bara svona með leyfi forseta til samanburðar núna á þessu ári sem væntanlega skíðaiðkun senn að ljúka núna fyrir sumarið, þó ekki ef við lítum út gluggann, en heildartekjur fyrir skíðasvæðin voru í febrúar 2019 36 milljónir. Í febrúar árið 2018 voru það 28. Skálafell í febrúar voru 3,7 milljónir á móti 3,8. Það stendur nokkuð með einstað. En ef það er einhver sem ég vilji vita nánar þá er ég með gögn hérna í höndunum sem ég get. En ég held að við ættum að fá í framtíðinni allavega fylgigögnin undir þessum lið. Mjög gott. Sveinn Óskar, þú beðinn á við.
Já, ég held að síðustu ræðumar hafi raunar komið að því, forseti, sem að ég ætlaði að minnast á. Undir þessum lið er fundargerð á einni A4 síðu. Fyrstu lið lögð fram rekstrarniðurstaða fyrir 2018 og hún hangir ekki við dagskrárliðinn. Svo númer 2, lagt fram bréf frá skíðagöngufélaginu varðandi aðstöðumál félagsins. Við vitum ekkert hvað svo til að gekk út af þó að síðasti ræðumaður sé með gögn í höndunum að þá þurfum við að geta undirbúa okkur fyrir fund. Nú þriðji dagskrárliðurinn hérna á þessum fundi fyrir skíðasvæðin. Minnisblað frá framkvæmdastjóra stöðun í fjöllunum. Síðan númer 4 rætt stöðu framkvæmda í Bláfjöllum. Númer 5 lögð fram tillaga á nýju deiliskipulagi svæðisins. Deiliskipulagi. Lagt fram bréf samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og svona. Sko, ég held að það sé ekki til of mikils mælst að óska eftir því að bæta úr þessu og það verður mjög gott ef að við getum fengið þetta sent í pósti hér eftir núna í þetta skiptið sko eða þá þessu sé þá komið undir hennar dagskrárlið það fyrst okkur við sem erum hérna og sitjum hérna við látum vita þegar það er komið þar undir. Þetta eru gögn bara, það er svo mikilvægt að maður geti rennt yfir þetta fyrir fundina og við sjáum þetta leggur fyrir frá Sorpu og samtökum sveitarfélaga og víða þannig að það verður mjög gott að bæta þarna úr en eins og síðasti ræðumaður sagði að þá benti hann á þetta sjálfur og það er bara árétt að að þetta gerist ekki aftur. Já, ég held að ég getum öll tekið undir það. Það er gott að hafa gögnin, það er bara nauðsynlegt, það er gögnin undir málunum. Nú, Valdimar Birgisson, þetta er málið, Björn Velverðnar. Það vil að taka þetta, það verður gott að fá gögnin og ég gerir mig grein fyrir því að þetta var mjög ábyggilega mistök sem að vonandi verður bara leiðrétt og ekkert mál með það. Ég langaði aðeins að minnast á eitt varðið þetta, það er kannski þú getur svarað því núna. Það er hérna þú varst að minnast á tekjurnar þarna, það voru í Skálafelli 3,5 milljónir fyrir febrúar og fyrir í Bláfjöllum var það 35 milljónir fyrir febrúar. Skildi ég það ekki rétt að þetta eru febrúartölur. Nú veit ég ekki hvað hérna heildarsumman er og hvað hérna tekjurnar af stórt hlutfall af hvað við borgum með, hvað tekjurnar eru stórt hlutfall ekstra kostnaði. En hérna, ég er að velta fyrir mig hvernig ákvörðun verðlagningu er tekin í Bláfjöllum. Er það eitthvað sem farið er fyrir stjórn, er þetta eitthvað stjórnin ákvörður og svo framvegis? Af því að mér hefur fundist þetta verður allt of dýrt. Ég ætla að nefna dæmi að kosta núna, held ég í Bláfjöll, 3.900 krónur dagurinn, minni mig. Og svo sem þetta fletta því upp á netinu ábyggilega. Gjaldskrá það er 3.900, það er 4.000 krónur. Það er það sama nánast, það kostar á mjög stóru skíðasvæði í Evrópu 4.900 krónur, eða sama. Þetta er sami prís. Ég held að það væri ráð að lækka þennan kostnað. Hann er of stór fyrir stóra fjölskyldur sem að fara á skíði og vilja fara reglulega og það mætti skoða líka afsláttarkjör á þessu. Ég hef heyrt þetta mjög í það að það sé heldur dýrt á skíði á Íslandi. Rúnar, þú beðum orðið, gjörðsverðnar. Já, góðir fulltrúar, forseti. Og dýrt í fjöllin, það getur svo sem alveg verið hérna, þetta deilum það. Kannski bara ódýrt með þá höfðtölum með það sem þú nefnir að hérna, það eru miklu fleiri sem fara á það skíðasvæði sem að þú nefnir og örugglega oftar. En það var núna til dæmis í nóvember, get ég upplýst að það var sérstak afsláttartilboð á árskortum fyrir fjölskyldur sem var selt í nóvember og það er farið hverju ári í veitt ákveðin afslættir og það var veitt meira núna í ár heldur en áður.
Ég man ekki, ég með, svo sem ég get sett ykkur töluna að það eru 833 áskort sem voru seld í nóvember. Það voru 150 kort seld í desember og síðan í janúar var seld 1081 kort. En að því þú spurðir heildartekjur fyrir árið 2018, að því við vorum að tala febrúar þannig áður, heildartekjur svæðisins voru 342 milljónir. Kostnaður við laun og launtilgjöld voru 206 milljónir og annar ekstra kostnaður var 137 milljónir. Þannig að, en svo vitum við að fjárfestinga, Framlög og sveitarfélaga. já, framlögin hafa náttúrulega, kostnaðurinn er náttúrulega mun meiri, varðandi tróðara, skíðasvæðin og rekstur svæðisins. Já. Þorbrún, þessu. Forseti, mér langar aðeins að koma upp undir þessu máli sem að vera að ræða hérna um gjaldskrá skíðasvæðina. Ég satt nú í nokkur ári í stjórn skíðasvæðina og þá var einmitt það rétt eins og hefur hér fram að gjaldskráin fer fyrir stjórnina og það var nú alltaf svona markmið þetta væri fjölskyldusport, en það er að segja fjölskyldur ætti að hafa tök á því að koma og njóta þess að vera í fjallinu, en þetta hefur náttúrulega verið lagt fyrir öll sveitarfélögin og sveitarfélögin eins og hefur komið fram niðurgreiða skíðasvæðin og borga inn í þetta byggðasamlag og halda út í skíðasvæðunum og náttúrulega mikið búið verið lagt í Bláfjöll og minna í Skálafelli og vonandi fer það að breytast. En ég svona sem þannig þenkjandi manneskja að mér finnst þetta er lýðheilsumál að komast í fjöllin og undir ferskt loft og auðvitað þetta er dýrt sport, það þarf að eiga búnað eða leigja búnað og hérna líkt og með hestana eða hvað það er, þetta kostar allt saman, auðvitað það er kannski það kostar að keyra upp yfir og það kostar að eiga búnaðinn og það kostar að kaupa kannski 2 tíma kort eða eitthvað slíkt, en ég vil líka benda á að skíðasvæðin, þessi stjórn og framkvæmdastjórinn Magnús, það er búið að breyta heilmiklu hvað þetta varðar og árskortin orðið miklu ódýrari en þau voru og það er komin einhvers konar fjölskyldu tilboðspakkar aðeins ég man ekki, ég held ég sé að fara með rétt mál, þannig að þeir sem að vilja alveg svo með strætó, þeir sem kaupa sér árskortið, þeir eru að eiga að fá ferðina ódýrari, en þeir sem eru að kaupa stakaferð og eru að kaupa dagskortin, að það kostar meira, ég get alveg tekið undir það. Þannig að þeir sem hafa verulega og mikinn áhuga á sportinu og drífa sig hverja helgi þegar tækifæri gefst, að þá er náttúrulega hagkvæmast að kaupa áskort eða einhvers konar vetrarkort. Því að stökuferðirnar eru miklu dýrari, það er líka við sundi og strætó og allt það sem við erum. Þannig að það má líka benda á það, að þar er tækifæri til að vesla ódýrt, að það er að vesla þessi kort fyrir alla fjölskylduna og skella sér á skíði. Við ætlum bara að benda á þetta. Sveitarskvöld. Það er svo vel. Forseti, það er þetta með skíðin og kortin og ég hef lent í því að kaupa áskort að hausti og það var bara engin skíðavetur þann vetur og maður hefði átt að kaupa sér eiginlega tryggingu í leiðinni fyrir veðri og þetta er kannski þá var að kaupa fyrir fjölskylduna eða allan að hluta hennar sem er á skíðum og þetta nýttist ekki, og ég held að sumir eru að hugsa þetta svipað, þannig að núna er maður bara að hugsa, nú förum maður bara skíði þegar það er gott veður og kaupum þá eins og það liggur fyrir, þannig að því miður er ekki boðið veðurtryggingar hérna en þá þannig að þetta er áhætta sem fólk hugsar út í. Já. Nú já þess. Kolbrún. Ekki ástæða fyrir að gefa mér ástæðu. Já. Já, við höfum ekki veðurtryggingu, við höfum ekki snjóframleiðsluna ennþá, en það kemur að því, en það er einmitt ástæðan fyrir því að það er gefinn svo mikill afsláttur á því að kaupa þessi áskort. En fólk hefur líka keypt sér ferð á skíðasvæði í Evrópu og ekki komast á skíði, þannig að ég veit ekki hvort að það sé endurgreitt, en ég veit það ekki, en þetta búum við og
En ég vildi bara benda á þetta, það er þarna tækifæri til að versla ódýrt, taka ákveðin séns. Við erum alltaf að taka séns í íslenskri veðráttu, líka þegar við förum í svafrið. Takk fyrir. Þá nú umræðum lokið þennan ágæta fund. Þessi fundagerð fram og þetta var síðasta fundagerð sem við ræðum á þessu kvöldi. Og það verið að kíkja verulega en við komum á það að slíta fundi. Ég þakka ykkur kærlega fyrir fundarsveitina og segja fundi tekið.